Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið vantraust á dómsmálaráðherra, þingsályktunartillaga 344. mál á þingskjali 458, ein umræða. Forseti vill geta þess að samkomulag er á milli þingflokka fyrirkomulag umræðunnar. Framsögumaður og flokkur ráðherra fá 15 mínútur hvor og aðrir þingflokkar 12 mínútur. Í lok umræðunnar fá allir þingflokkar 3 mínútur. Ræðutíma hvers þingflokks má skipta á milli þingmanna hans. Andsvör verða ekki leyfð. Atkvæðagreiðsla fer fram að lokinni umræðu. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar vantraust á dómsmálaráðherra. Flutningsmenn eru þingmenn Samfylkingar og Pírata. Auk þess sem hér stendur Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Helgi Hrafn Gunnarsson, Helga Vala Helgadóttir, Jón Þór Ólafsson, Guðmundur Andri Thorsson, Björn Leví Gunnarsson, Ágúst Ólafur Ágústsson, Halldór Mogensen, Guðjón Brjánsson, Smári McCarthy og Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þingsályktunartillagan hljóðar svo: Alþingi ályktar að lýsa vantrausti á dómsmálaráðherra. Það er síður en svo léttvægt að bera fram tillögu vantraust á ráðherra í ríkisstjórn. Þeir eru æðstu fulltrúar framkvæmdarvaldsins og starfa með stuðningi Alþingis. Ráðherrar fara með mikilvæg mál frá degi til dags sem hafa áhrif á daglegt líf og öryggi almennings en snúa stundum grundvallaratriði tilveru okkar til mjög langs tíma. Ábyrgð hv. þingmanna við þessa atkvæðagreiðslu er því mjög mikil. Farsælt samfélag byggist á trausti og þá skiptir höfuðmáli að löggjafar, framkvæmdar og dómsvaldið njóti þess í sem ríkustu mæli. Sú tillaga sem hér verður rædd hverfist raunar alla þessa þræði og samspil eða kannski því miður samtvinnun þeirra á óeðlilegan hátt. Það er ólögmæt afskipti framkvæmdarvaldsins af dómsvaldinu og hvort löggjafarvaldið ætli að láta slíkt óátalið. Herra forseti, það er auðvitað alltaf alvarlegt þegar ráðherra brýtur lög við skipun starfsmanna ríkis sem heyra undir ráðherra, en óhuggulegt þegar brotið varðar skipun dómara sem vegna þrískiptingar valdsins verða að vera sjálfstæðir frá framkvæmdarvaldinu. Hér er slíkt mál að ræða. Hæstv. dómsmálaráðherra hefur í viðtali á RÚV fagnað umræddri tillögu því þá fengi hún kærkomið tækifæri til að ræða störf sín við ráðherra. Gott og vel. Í störfum sínum síðastliðið ár hefur hæstv. dómsmálaráðherra tvívegis verið dæmd í Hæstarétti fyrir embættisfærslur sínar þegar hún skipaði nýjan Landsrétt með ólögmætum hætti. Framfaraskref sem margir hafa sagt að væru okkar stærsta réttarbót frá stofnun lýðveldisins. Þessi brot hafa svo þær afleiðingar að trúverðugleiki Landsréttar er dreginn í efa. Nú þegar eru rekin 2 mál fyrir dómum vegna þess og ekki ósennilegt að fleiri munu fylgja í kjölfarið. Það getur tekið mjög langan tíma að fá niðurstöðu og möguleiki á að mál verði ógild. Í því ljósi verður auðvitað að hafa í huga hagsmuni og skaðabótaskyldu ríkisins, en alls ekki síður þau áhrif sem það geti haft á líf margra einstaklinga og jafnvel alls almennings. Störf ráðherra snúast nefnilega á endanum alltaf þjónustu stjórnvalda við fólkið í landinu og í því ljósi er þetta grafalvarlegt mál. Þessar embættisfærslur hafa verið mikið ræddar á liðnum vetri. Í þeim umræðum hefur ráðherra ítrekað farið með rangt mál. Hæstv. ráðherra hefur borið því við að hún hefði ekki getað staðið betur á málum vegna lítils tíma, að hún hefði þurft að skila tillögum sínum 2 vikum eftir að matsnefnd hæfi skilar áliti sínu til hennar. Á þessi rök fellst umboðsmaður Alþingis ekki í nýlegu bréfi sínu til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis. Þar segir að þessi frestur eigi ekki við skipan Landsréttar. Við höfum líka rætt eftir krókaleiðum að hæstv. ráðherra fékk ítrekaða ráðgjöf frá sérfræðingum innan úr stjórnsýslunni að hún þyrfti að uppfylla rannsóknarskylduna, vanda betur til verka. Þessar mikilvægu ráðleggingar sem eru í samræmi við dóma Hæstaréttar og álit umboðsmanns hunsaði hún og sagðist sjálf vera sérfræðingur í málaflokknum. Þá var það meira að segja svo að tillaga þáverandi stjórnarandstöðu var einmitt að vísa tillögu skipan frá og veita meiri tíma til yfirferðar málsins. Og það vakna spurningar: af hverju þessi flumburgangur
Hvað bjó að baki ákvörðunum hæstv. Ráðherra sem umgekkst vald sitt með þessum hætti? Nú verður hver að dæma fyrir sig. Aðalatriðið þó að vegna ólögmætrar embættisfærslu óvissa heilt dómstig. Bréf umboðsmanns Alþingis gefur fullt tilefni til að ætla að allt sé komið fram varðar embættisfærslur dómsmálaráðherra. Engin mál fyrir dómstólum snúast stöðu dómsmálaráðherra. Þau snúast eingöngu slæmar afleiðingar ólögmætrar embættisfærslu ráðherra. Þess vegna dómsmálaráðherra ekki treystandi til að fara með málefni dómstólanna í landinu eða vinda ofan af þeim vandræðagangi sem dómstólar eru komnir í. Hún verður því að axla ábyrgð á þeim og það nauðsynlegt að það birtist með skýrum hætti. Þess vegna leggja Samfylkingin og Píratar fram vantraust á hæstv. Dómsmálaráðherra. Herra forseti. Þessi atkvæðagreiðsla snýst grundvallarmál. Það á hverju við viljum byggja samfélag okkar. Á lögum, gegnsæi, góðri dómgreind og siðferði eða andstæðu þessa. Hv. þingmaður Sjálfstæðisflokksins sagði í Kastljósi í gær að málið væri formstagl. Slíkar yfirlýsingar eru til vitnis að í þingsal enn fólk sem gefur í skyn að sá sem með einhverjum hætti kemst til valda hafi það í hendi sér hvernig hann fer með það. Einhver hefði jafnvel getað kallað það uppskrift af valdníðslu. Herra forseti. Í bréfi til flokksfélaga sinna frá því í júní síðastliðinn skrifaði hæstv. Forsætisráðherra ásamt hæstv. Heilbrigðisráðherra með leyfi forseta. Í tíð fyrri ráðherra málaflokksins var mikil áhersla lögð á að leiða fram lagaumgjörð og inntak nýs dómstigs í sátt. Ný ráðherra hefur nú þverbrotið það ferli, gengið fram á skjön við þann anda sem ríkti á fyrri stigum málsins. Uppnám millidómstigsins nú algjört á ábyrgð dómsmálaráðherrans og ríkisstjórnarinnar allrar. Enn ekki séð fyrir endann á málalyktum þessa og svo geti farið að Landsréttur yrði að glíma við vantraust og skort á trúverðugleika árabil. Tilefni þessara orða voru skipun hæstv. Dómsmálaráðherra í nýjan Landsrétt. Þau voru skrifuð áður en ráðherra var tvívegis dæmd fyrir ólöglegar embættisfærslur. Það eitt gæfi jafnvel tilefni til þess að skrifa nýtt bréf og taka dýpra í árinni. Nú reynir, herra forseti, á orð hæstv. Forsætisráðherra ný vinnubrögð og aukið traust sem henni var tíðrætt í upphafi stjórnarsamstarfsins. Við þessa atkvæðagreiðslu gefst henni og öllum öðrum þingmönnum tækifæri til að sýna það í verki. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Það nær óþekkt í þingsögunni að borið sé vantraust á einstaka ráðherra. Þetta tilfellið þrátt fyrir að engar sérstakar takmarkanir séu á því hvert tilefni vantrausts getur verið. Engin rökbundin nauðsyn þannig að uppi séu álitamál sem snúa að umgengni lög eða reglur. Það geta allt eins verið mál sem eru pólitísk eða jafnvel persónulegs eðlis. Og þrátt fyrir að engin slík mörk séu á tilefni fyrir vantrauststillögu á einstaka ráðherra eða eftir atvikum ríkisstjórn og þrátt fyrir að mál hafi fallið ríkinu og einstaka ráðherrum í óhag fyrir dómstólum í sögunni oftar en einu sinni, þá hefur slík vantrauststillaga, tillaga vantraust á einstaka ráðherra, ekki verið borin upp á Alþingi svo áratugum skiptir. Og nóg hafa nú verið umdeildu málin hér á þinginu í gegnum söguna. Síðast 1954 þegar borin var upp tillaga vantraust á menntamálaráðherra. Það verður ekki litið svo á að vantrauststillaga sem lögð var fram hér á Alþingi 1994 hafi verið einungis á einn ráðherra, enda var hún borin upp á alla ráðherra ríkisstjórnarinnar hvern og einn. Þótt þetta mál sem hér á dagskrá verði ekki skoðað nema bara í þessu ljósi, verður ekki annað sagt en að þeir sem að málinu standa séu á afar undarlegu ferðalagi.
Í orði kveðnu er byggt hér á niðurstöðu Hæstaréttar frá því fyrir 3 mánuðum í desember 2017 að ráðherrann hafi ekki í einu og öllu fylgt réttum málsmeðferðarreglum, að hann hafi ekki sinnt rannsóknarskyldu sinni nægilega, ekki gert nægan samanburð á hæfni þeirra sem hann gerði tillögu borið saman við þá sem dómnefnd hafði gert tillögu. Þó er það svo að Hæstiréttur féllst ekki á kröfu að ógilda niðurstöðu ráðherrans. Og þess utan hafði Alþingi áður fengið tillögu ráðherrans hér til meðferðar og fallist á hana. Og ráðherrann hefur svo sannarlega verið tilbúinn til að færa rök fyrir máli sínu, bæði fyrir nefndum Alþingis, hér í þingsal einnig og reyndar hvar sem eftir því hefur verið kallað. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur verið með málið til umfjöllunar. Þangað hefur ráðherrann mætt og svarað. Nefndin gerði tillögu til þess að vekja upp skoðun umboðsmanns Alþingis, en hann hefur nýlega tjáð sig málið og telur ekki tilefni til að taka einstök atriði þessa máls til athugunar að eigin frumkvæði eins og færð eru rök fyrir. Virðulegi forseti, að öllu þessu virtu situr þetta eftir. Þeir sem að þessari tillögu standa eru í leiðangri sem gengur út á eitt og aðeins eitt, að reyna að koma höggi á ríkisstjórnina. Samfylkingin var fljót að bregðast við hvatningu fyrrverandi leiðtoga síns, eða ætti ég að segja viðvarandi leiðtoga, Jóhönnu Sigurðardóttur, frá því síðustu helgi. Þar var kallað eftir því að Samfylkingin beindi spjótum sínum að Sjálfstæðisflokknum. Og viti menn, í fyrsta skipti í hálfa öld kom fram vantrauststillaga á ráðherra, ráðherra úr Sjálfstæðisflokknum. Í ljósi þeirrar langdregnu umræðu sem stjórnarandstöðuflokkarnir hafa staðið fyrir þetta mál, sem er löngu upplýst og margskoðað, verð ég að segja að það er visst fagnaðarefni að fá hér tækifæri til að binda formlega enda á málið. Fá tækifæri til að lýsa stuðningi við ráðherrann hér á Alþingi. Þá loks verður málið komið af dagskrá og við þingmenn getum farið að einbeita okkur að þeim stóru og mikilvægu verkefnum sem fram undan eru og varða framtíðina. Og ráðherrann getur snúið sér að þeim fjölmörgu verkefnum sem á hennar könnu eru og hún er vel fallin til þess að takast á við. Málum sem meðal annars snúast varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, að styrkja hér landamæravörslu og landhelgisgæslu, framgang aðgerðaáætlunar meðferð kynferðisbrota og almennt eflingu löggæslunnar og allt hitt. Ráðherrann nýtur nefnilega til þessara mála og annarra sem á hennar borði eru góðs stuðnings meirihlutans hér á Alþingi. Það mun koma fram með skýrum hætti strax hér í dag. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, það sem við erum að spyrja okkur hérna er hvort og landsmenn ættu að spyrja sig líka og hafa náttúrulega verið að spyrja sig hvort að þessi dómsmálaráðherra sé traustsins verður. Á ég að treysta þessum dómsmálaráðherra? Og þá horfum við til þess sem hefur verið í gangi. Við erum að rannsaka þetta mál. Dómstólarnir hafa gefið sinn dóm. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur verið að kalla eftir gögnum frá stjórnsýslunni ákvarðanir og verklag ráðherra fengið þær. Umboðsmaður Alþingis hefur farið yfir gögnin og telur ekki ástæðu til þess, telur þetta sé full upplýst hvernig ráðherra hagaði sínum málum við skipan dómara. Og þá horfum við til þess. Hvernig byrjar þetta? Jú, það er dómnefnd sem er skipuð samkvæmt lögum að starfa á sjálfstæðan hátt, að meta það hverjir eru hæfustu aðilarnir sem sækjum að fá að koma í þetta nýja dómstig sem hefur verið árabil í undirbúningi í mikilli sátt. Og strax þá ákveður dómsmálaráðherra að reyna að skipta sér af því. Biður að fá fleiri valkosti fyrir sig. Þetta á að vera sjálfstæð nefnd. Og eftir að vera dæmd fyrir það að vera brotleg við lög hvað þetta varðar, að þá ætlum hún bara að skrifa upp á nýtt einhvern veginn reglurnar varðandi þetta dómnefnd. Refsa nefndin í rauninni fyrir það að hafa ekki gert. Það er farið, ætla hún ekki hlýtt, ekki gert það sem dómsmálaráðherra vildi. Númer 2. Dómsmálaráðherra fær síðan tillögur frá dómnefndinni, ekki eins og hún vildi þær, ákveður samt sem að bara velja, ég ætla samt sem að setja þessa 4 hérna. Og öll dómsýslan, það er bara einn aðili, einn sérfræðingur sem segir að þetta sé löglegt og það er dómsmálaráðherra sjálfur.
Allir hinir sem eru bundnir samkvæmt lögum að ráðleggja ráðherra að segja: þetta er ekki löglegt ef þú gerir þetta svona, þetta er ekki löglegt ef þú gerir þetta svona, þetta er ekki löglegt ef þú gerir þetta svona, og á endanum ráðherra ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytis segir: þetta er ekki löglegt ef þú gerir þetta svona, ég skal hjálpa þér að gera það, ég get kallað saman fólk núna og við getum klárað þetta innan sólarhring. Og meira svo innan þessar 2 vikna frest sem ráðherra hafði. Þetta eru svik við það fólk sem er lögbundið við það að sinna þessum málum og svik við þá sem hefur verið að vinna þessu máli alla tíð. Dómsmálaráðherra ákveður: nei, ég ætla að gera þetta eftir mínu hyggjuviki, mínu persónulegu ákvörðun að leggja tillögu 4 aðra inn í þetta. 4 aðra og 2 þeirra sem við vitum eru mjög vel tengdir ráðherra. Þessi tillaga kemur til Alþingis og fer til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Lætur dómsmálaráðherra samstarfsflokkinn sinn vita eða samstarfsflokkana sína vita það að það hefði nú verið allir aðrir en hún í ráðuneytinu og stjórnsýslunni sem sögðu þetta væri ólöglegt og hún gerði þetta svona? Nei. Hún leyndi samstarfsflokkunum sínum. Hún sveik þá. Þeir verða að geta treyst samstarfi sínu við ráðherra. Hún leyndi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar líka. Við eigum sem að hafa eftirlit með því. Eftirlit með henni ef hún ákveður að breyta út af dómnefndinni, sem hún getur gert. Við eigum að eftirlit með henni. Hún leynir okkur þessum upplýsingum. Það eru svik við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis. Alvarleg svik. Það við verðum að fá upplýsingar til að geta ekki upplýst ákvörðun hvort þetta sé rétt. Það voru svik. Og hún leynir alla þingmenn þessum sömu upplýsingum þannig að þeir geta ekki tekið upplýst ákvörðun það hvort þetta sé löglegt og rétt að gera þetta svona. Það eru svik við Alþingi. En hún fær meirihlutann til að keyra í gegn með því að leyna upplýsingum. Meirihluti Alþingis samþykkir það, en rétt áður en samþykkir það, þá fær hún tækifæri til að fá þetta aftur í sínar hendur. Það er tillaga frá minnihlutanum og meðal annars Vinstri grænum það við vísum þess aftur til þín. Þú hefur 1 heila mánuð þá til að vinna málið. Gerum þetta rétt, gerum þetta vel. Hún hafnaði. Þannig hafnaði með einu atkvæði Sigríðar á Andersen sem þingmann. Svo fer þetta fyrir forsetann. Hún leggur bréfið vitandi við að hún er eini sérfræðingurinn sem hefur löglega aðkoma að málinu sem segir þetta sé löglegt. Allir aðrir hafi sagt þetta sé ólöglegt nema Alþingi sem hafði ekki upplýsingarnar. Alþingi heild þar að segja meirihlutinn. Og hún leggur þetta fyrir forsetann vitandi það að þetta er líklega ólöglegt. Hún leggur það samt fyrir forseta Íslands. Það eru svik við forseta Íslands. Það eru svik að leyna forseta Íslands upplýsingum þegar það var að skrifa og hann er ekki sáttur við það að vera leyndur upplýsingum mál sem hann hefur þurft að skrifa til dæmis uppræstæru og sagði það verður ekki afgreitt mál svoleiðis hérna áfram. Auðvitað ekki og réttilega ekki. Svo eru skipaðir þessir aðilar í Landsrétt, 4 aðilar, og nú dæmdi náttúrulega Hæstiréttur að það væri ólöglegt. Þú verður með þessa nýja dómstig sem hafa vandað af alla tíð þangað til á lokametrum að nýr dómsmálaráðherra Sigríður Andersen ákveður: ég ætla að reyna að setja mitt fólk, þessa 4 einstaklinga, inn í þennan dóm. Það er allir sem segja að það er rautt ljós, ekki gera þetta, hún keyrir yfir og nú er hún búin að klessukeyra þennan dóm að því leytinu til að það er réttaróvissu mann næstu árin. Það verður kært til Mannréttindadómstóls Evrópu. Þó að Hæstiréttur segir að þessi ekki vanhæfir, þá verður það kært til Mannréttindadómstóls Evrópu. Það er eitthvað sem mun gera. Það verður gert. Og hvað mun hann segja? Nú hefur dómsmálaráðherra sjálfur sagt að það gæti verið svo að þessir dómarar sem hún hefur skipað, hún eigi þakkargreiða hjá þeim. Að þeir séu þakkarskuld við sig. Þakkarskuld. Það sagði hún í Kveik, hver sem getur séð það verða sönnunargögn í málinu. Og þá er það ekki óvilhallur dómstóll. Þannig að við erum með dómsmálaráðherra sem er búinn að setja réttarhús í landinu með því að skemma ferli sem allir aðrir hafa faglega unnið af. Það eru svik við þá sem hafa unnið þessu allar götur. Það eru svik við Alþingi, það eru svik við samstarfsflokkana, það eru svik við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, það eru svik við þá sem að vinna í stjórnsýslunni okkar, að reyna að gera faglega hluti þar og ráðleggja ráðherra. Og það eru svik við dómnefndina, hvernig hefur verið komið fram við hana. Þessi ráðherra, hún hefur svikið alla aðila í þessu ferli. Frá upphafi til enda, frá því að hún kemur að því. Og þá spyr maður sjálf sig, og hefur hún viðurkennt eitthvað í þessu? Nei. Hún viðurkennir ekki, hún gerir mistök. Það er alltaf einhverjum öðrum að kenna. Það er dómsmálaráðherrann sem við erum með. Og þá komið framhaldið. Þetta er einstaklingur sem gerir svona mikið af vaxtarsköftum og skemmir svona mikið út frá sér, aldrei tilbúin að viðurkenna,
bendir allt á aðra, svoleiðis einstaklingur mun halda fram að svíkja. Hún mun svíkja þessa ríkisstjórn og samstarfsflokkana sín í henni fyrir mjög þröngan hóp hennar einstra kjarna. Það er það sem við stöndum frammi fyrir. Ég vantreysti sem dómsmálaráðherra, ég vona sem flestir gera það. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti. Ástæða þess að við ræðum þessa tillögu um vantraust á hæstv. Dómsmálaráðherra er sú tillaga sem samþykkt var á meirihluta Alþingis síðastliðið vor 15 dómara við nýjan Landsrétt. Tillaga ráðherra var ekki í samræmi við tillögu dómnefndar sem mat 15 umsækjendur hæfasta og skilaði áliti þar að lútandi til ráðherra, en í tillögu sinni nýtti ráðherra sér þá heimild sem er í lögum að heimilt sé að víkja frá áliti dómnefndar svo fremi sem meirihluti Alþingis samþykki þá tillögu. Þá þegar var bent á það við afgreiðslu málsins að þessi heimild undanskildi ráðherra ekki frá þeirri meginreglu stjórnsýsluréttar sem fjallað hefur verið í dómum og álitum umboðsmanns Alþingis og byggt hefur verið á hér á landi í langan tíma, að skipa skuli þann hæfasta sem völ er á úr hópi umsækjenda. Sú regla tryggir almannahagsmuni og uppfyllir jafnræðisreglu stjórnarskrár. Bent var á að fyrir þyrfti að liggja fullnægjandi rökstuðningur. Þetta kom fram í áliti minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sem ég sjálf mælti fyrir hér síðastliðið vor, en eigi að síður var það niðurstaða meirihluta Alþingis þá að styðja tillögu hæstv. Ráðherra. Mál þetta fór í kjölfarið fyrir héraðsdóm og svo Hæstarétt og dómur Hæstaréttar staðfesti það sem fram kom í þessu nefndaráliti. Það er að segja niðurstaða réttarins var að rannsókn ráðherra var metin ófullnægjandi og í andstöðu við 10. gr. stjórnsýslulaga. Hins vegar er það alltaf svo, eins og hefur komið fram við málsmeðferð þessa máls, að slík rannsókn, hve ítarleg hún eigi að vera, er alltaf matskennd. Og það er bara eðli þessa regluverks að þarna þarf alltaf að liggja fyrir mat. Það hefur komið fram í máli mínu eftir dóm héraðsdóms og dóm Hæstaréttar að ég tek þessa niðurstöðu alvarlega og ég tel fulla ástæðu til að endurskoða gildandi lagaumgjörð um skipan dómara með hliðsjón af þeim dómafordæmum sem liggja fyrir. Því mikilvægasta sem við getum gert er að læra af slíkum dómum. Enda er niðurstaðan í takt við það nefndarálit sem ég vísaði hér til áðan. Þá krafðist ég ekki afsagnar dómsmálaráðherra þótt ég væri þá í stjórnarandstöðu og sú afstaða hefur ekki breyst. Allt þetta sem hér hefur verið rætt lá nefnilega fyrir. Á síðasta kjörtímabili, í tíð síðustu ríkisstjórnar, öllum þingmönnum þá mátti vera ljóst hvaða vafi ríkti um málið. Bent var á nauðsyn þess að skoða sérstaklega hvort rannsóknarreglu stjórnsýslulaga hafi verið fylgt. Það var spurt þá ráðgjöf sem hæstv. Ráðherra hefði sótt sér. Það gerði ég sjálf á fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Þar kom fram hjá hæstv. Ráðherra að hún vísaði til eigin mats eins og hún hefur gert síðan, þannig að þetta eru ekki nýjar upplýsingar í málinu. Þetta lá ljóst fyrir en samt var það niðurstaða þáverandi meirihluta að styðja tillögu hæstv. Ráðherra. Héraðsdómur hafði fellt sinn dóm fyrir síðustu kosningar þannig að staðreyndir málsins lágu líka ljósar fyrir og þó að Hæstaréttardómur félli síðar og væri að einhverju leyti ólíkur héraðsdómi að því leyti að Hæstiréttur taldi enga annmarka á áliti dómnefndar sem héraðsdómur hins vegar gerði athugasemdir við, þá lágu þessar stóru línur í málinu algjörlega ljósar fyrir og það var því með opin augu af því hér hefur talsvert verið rætt um afstöðu þingmanna Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Það var því með algjörlega opin augu sem við ákváðum að ganga til þessa ríkisstjórnarsamstarfs og við erum algjörlega með opin augu í því ennþá. Það sem nýtt hefur gerst í þessu máli er að umboðsmaður Alþingis hefur ákveðið að taka það ekki til sérstakrar skoðunar, en hann hefur hins vegar boðað frumkvæðisathugun á því mati sem fer fram á hæfi umsækjenda um opinberar stöður og ég fagna þeirri athugun. Og ég tel að það sé full ástæða til að fara yfir þau mál sem sömuleiðis var vísað til í þeim héraðsdómi sem ég nefndi hér áðan. Áður hefur komið fram að gerð hefur verið sú krafa um að einn þeirra dómara sem ekki voru hluti af tillögu dómnefndar víkju sæti við meðferð máls í Landsrétti sökum vanhæfis. Landsréttur hefur þegar úrskurðað í málinu og hafnað því að dómarinn víki sæti og því máli hefur þá verið skotið til Hæstaréttar. Það mál er því til meðferðar í dómskerfinu og mér hefur þótt það sérkennilegt og í raun andstætt grundvallarreglum stjórnarskrárinnar þrískiptingu ríkisvaldsins að kalla eftir því, eins og einhverjir hv. þingmenn gerðu hér í gær,
að framkvæmdarvaldið stæði að einhvers konar inngripi í dómsvaldið. Ég veit hreinlega ekki hvað er verið að leggja til. Að Landsréttur verði endurskipaður í heild sinni. Og enn furðulegra er að telja að afsögn dómsmálaráðherra hæstv. Eyði réttaróvissu í því máli, henni verður eingöngu eytt með því að dómstólar ljúki sinni málsmeðferð. Þar verður dómsvaldið að eiga síðasta orðið og ég heyrði ekki betur, eða las nú raunar ekki betur, á Veraldarvefnum að formaður Samfylkingarinnar væri með sammála um það að réttaróvissu yrði ekki eytt þrátt fyrir að hæstv. Dómsmálaráðherra viki sæti. Ég fæ því satt að segja ekki séð, herra forseti, að rökin með þessari vantrauststillögu, því hér ætla hv. þingmenn að hlusta á umræðu og taka afstöðu út frá umræðu, séu fullnægjandi. Þar með er ég ekki að draga úr alvarleika dóms Hæstaréttar eða því að vönduð vinnubrögð séu við þau í stjórnsýslunni. Ég tel hins vegar að þessi tillaga, hún þjóni ekki slíkum markmiðum og ég mun því greiða atkvæði gegn þessari tillögu. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Það gerist ekki á hverjum degi að hér á Alþingi sé lögð fram vantrauststillaga á sitjandi ráðherra. Það gerir örugglega enginn af léttum hug. En í mínum huga er ein spurning sem er ofar en margar aðrar og hún er þessi: eiga ráðherrar sem brjóta lög að sitja áfram í embætti? Það er kannski sú spurning sem við þurfum að svara hér í dag. Og nú er það trauðla þannig að sá ráðherra sem hér er til umræðu, hæstv. Dómsmálaráðherra, sé eini ráðherra Íslands sem hefur brotið lög eða fengið á sig hæstaréttardóma í embætti. Í hvert skipti sem það hefur komið fyrir undanfarandi, svo lengi sem ég man, þá hafa menn gripið í það sem hæstv. Forsætisráðherra sagði hér áðan: við eigum að læra af þessu. Ég veit ekki hvaða við, en við eigum að læra af þessu, segir hæstv. Forsætisráðherra. Og við eigum að halda áfram að læra. Ég veit ekki hvað við eigum svo að gera, og ég veit ekki heldur hvað lærdómurinn á að vera. En auðvitað er það þannig að það eru afleiðingar sem orðið geta af því hvernig dómsmálaráðherra hæstv. Skipaði í Landsrétt nýverið. Þær afleiðingar eru ekki komnar fram og munu ekki koma fram fyrr en eftir þó nokkurn tíma. Og þegar þær eru að fullu komnar fram, það er að segja þegar Hæstaréttardómur hefur gengið og ef að þessi mál fara til Mannréttindadómstóls, þá verður örugglega spurt að því hvernig atkvæðagreiðslan sem hér fer fram á eftir, hvernig hún fór, hvernig menn greiddu hér atkvæði. Og það er þannig að bæði í siðareglum ráðherra, 5. gr., 1. málsgrein og 3. málsgrein, og í 1. málsgrein 20. greinar laga nr. 115/2011 er kveðið á að ráðherra skuli leita sér ráðgjafar í ráðuneyti sínu til þess að tryggja að störf hans séu í samræmi við lög og reglur. Það er ekki annað hægt að lesa út úr dómi Hæstaréttar og á sínum tíma skipan í Landsrétt nýlega en að þetta hafi ekki verið gert. Þess vegna kem ég aftur að því: eiga ráðherrar sem brjóta lög að sitja áfram í embætti. Og hugur minn er í sjálfu sér í dag hjá hæstv. Forsætisráðherra sem situr í ríkisstjórn og veitir forsæti ríkisstjórn sem hefur þann einlæga ásetning að efla traust á Alþingi, að efla traust á stjórnmálum, hefur skipað sérstaka nefnd til þess að efla traust á stjórnmálum og fulltrúar flokkanna hafa mætt fyrir þá nefnd og svona gefið skýrslu það hvað þeir telji að til þurfi að koma. En þessi sami forsætisráðherra situr uppi með 2 ráðherra, ber ábyrgð á þeim, sem báðir hafa hæstaréttardóm á bakinu. Þann þriðja sem lítur út fyrir að verði vanhæfur í hverju málinu öðru
Hún vill efla traust á stjórnmálum. Hún vill efla traust á Alþingi og efla veg þess. Traust á Alþingi í dag, sá ég í blaði, mælist 20%. Og ég veit ekki, herra forseti, hvort það traust mun vaxa að þessari tillögu sem hér er til athugunar og afgreiðslu felldri. Ég efast það. Til máls tekur hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Í rökstuðningi hv. þingmanns Loga Einarssonar, fyrsta flutningsmann þessarar tillögu, sagði hann svo að það væri síður en svo léttvægt að leggja fram vantraust á ráðherra. Nú má spyrja sig í ljósi þess sem að bæði sá sem hér stendur og margir sem komu að þessu máli, Landsréttarmáli, fyrir rúmu ári síðan, eða tæpu ári síðan, og fengu allar upplýsingar á borðið, í ljósi hvers þessi vantrauststillaga er lögð hér á borðið. Allar upplýsingar lágu jú fyrir. Það er rétt að bæði héraðsdómur og Hæstaréttur voru samhljóða að ráðherrar hafi ekki rannsakað umsækjendur nægjanlega og þannig gerst brotleg við hina matskenndu rannsóknarreglu 10. greinar stjórn. Sá sem hér stendur benti einmitt á þetta í sínu máli og taldi vafa leika á það hvort að nægjanlegri rannsóknarskyldu hafi verið sinnt. Hins vegar lýsti sá sem hér stendur einnig því fram margoft við þessar umræður hér síðastliðið vor að ráðherra hefði fyllilega heimild til að bregða út af tillögu hæfnisnefndar og koma með aðra tillögu hér til þingsins sem ráðherra gerði. Og reyndar studdum við Framsóknarmenn þá tillögu vegna þess að okkur fannst mikilvægt að það verði tekið meira tillit til dómarareynslu og kynjahlutfalla. Bæði héraðsdómur og Hæstiréttur staðfesta síðan það í sínum dómum. Setja ekki út á það að þetta hafi verið heimilt. Eingöngu út á hina matskenndu reglu rannsóknarskylduna. Og staðreyndin er líka sú að það er tillaga ráðherra sem fer hér inn í þing og meirihluti þingmanna samþykkja hana, þingmenn þáverandi ríkisstjórnar, Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar. En af hverju er þetta borið fram hér í dag? Ég spyr mig. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur ekki lagt það til í sinni umfjöllun. Umboðsmaður Alþingis telur enga ástæðu til frumkvæðisathugunar hvað þetta varðar en bendir á að skoða þurfi almennt stjórnsýslu án ábyrgðar, það er að segja Excel-skjölin í hæfnisnefndunum, bæði hjá dómaranefndunum og hæfnisnefndum annars staðar í Stjórnarráðinu. Og við Framsóknarmenn bentum einmitt á þetta atriði í umfjöllun okkar hér síðastliðið vor, sérstaklega eftir að hafa setið marga fundi í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og hlustað á formann dómarahæfnisnefndarinnar. Þá vaknaði mjög margar spurningar þetta mat. Þessi léttvæga uppákoma hér í dag, innan gæsalappa, er í boði Pírata og Samfylkingar, 2 flokka af 5 í stjórnarandstöðu, og maður veltir því fyrir sér, og ég sammála síðasta ræðumanni, ég er ekki viss að þessi uppákoma auki hér traust á stjórnmálum né Alþingi. Ég er sannfærður að svo sé ekki og ég styð ekki þessa tillögu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti. Hér hefur verið lögð fram vantrauststillaga á dómsmálaráðherra. Þessi tillaga kemur til af skipan dómara í Landsrétt sem er nýtt og mikilvægt dómstig hér á landi. Það er meginregla að stjórnvaldið sem skipar opinbert starf eða embætti ber hverju sinni að velja hæfasta umsækjandann og þau atriði sem það skipta máli þurfa að vera nægilega upplýst og hafði margumrædd dómnefnd það hlutverk með höndum. Margt er hægt að segja vinnubrögð þeirrar nefndar og hef ég áður komið að því hér í ræðustól Alþingis og tel að finna í ný aðferð
við að velja dómara til starfa hér í landi. Sérstaklega geri ég athugasemdir við aðferðir við útreikning nefndarinnar og tel hann afskaplega brothættan og tilviljunarkenndan hver útkoman er hverju sinni. Það þarf ekki nema að hnika til vægi einstakra þátta örfá stig eða einkunnagjöf, þá er útkoman allt önnur og gjörbreytt. Einkunnagjöfin sjálf er sérstakt úrlausnarefni og hefur sætt mikilli og réttmætri gagnrýni. En gott og vel. Ef ráðherra hins vegar hyggst víkja frá áliti þessarar dómnefndar er það grundvallaratriði að hann reisi slíka breytingu frá álitinu á frekari rannsókn á umsækjendum og hæfi þeirra. Skyldi ráðherra því bera saman hæfni þeirra 4 umsækjenda sem nefndin taldi vera meðal þeirra 15 hæfustu og hina 4 sem ráðherra lagði til að skipa ætti þeirra stað. Hæstiréttur taldi að ráðherra hefði ekki gert þetta og taldi það andstætt stjórnsýslulögum enda ekki síðar bætt úr þessum annmörkum. Það er því ljóst að ráðherra fór ekki að lögum í athugunum sínum við þessa skipan og tillögugerð til Alþingis. Hæstv. ráðherra er með þennan dóm á bakinu, auk þess sem hún leyndi upplýsingum fyrir Alþingi á sínum tíma. Og nú, eftir þessa niðurstöðu málsins, ríkir veruleg og óþolandi óvissa dóma Landsréttar og lítur út fyrir að málið fari ekki bara fyrir Hæstarétt heldur einnig út fyrir landsteina til Evrópu. Sú staða er auðvitað pínleg og með öllu óásættanlegt fyrir réttarkerfið. Það má velta því fyrir sér hver staðan sé ef að vantraust á hæstv. Dómsmálaráðherra verður samþykkt hér í dag. Ég tel engum að vafa undirorpið og þá sé þessi ríkisstjórn fallin. Henni er ekki sætt og þarf þá að mynda nýja ríkisstjórn í landinu. Við höfum orðið þess áþreifanlega vör að þessi ríkisstjórn er mynduð kyrrstöðu og þrælsetu ráðherra og þó fallega sé talað það fólk sem eru umbjóðendur Flokks fólksins, þá hefur ríkisstjórnin ekki stutt sjálfsögð mál sem hafa verið borin hér á hinu háa Alþingi og koma hinum verst stöddu til góða. Þannig hafa ríkisstjórnarflokkarnir fellt góðar tillögur sem komu fram hér við afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins æ ofan í æ. Kjósendur Flokks fólksins vilja aðra ríkisstjórn sem vinnur í þágu aldraðra og öryrkja og þeirra lægst launuðu, verkafólksins okkar sem þrælar fyrir lágum launum. Það er brýnt að vinna því að afnema skatt af launum þeirra sem eru undir 300.000 krónum og þannig að binda enda á þá vegferð sem hefur verið tíðkuð og þessi ríkisstjórn heldur áfram við að skattleggja fátækt. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Ég held að þetta mál snúist að traust þjóðarinnar á dómstólum, traust þjóðarinnar á Landsrétti, traust þjóðarinnar á dómsmálaráðherra. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að dómsmálaráðherra hafi brotið gegn stjórnsýslulögum með skipan 15 dómara við Landsrétt. Ríkið var dæmt til að greiða miskabætur til 2 umsækjenda og því nýtur ráðherra ekki traust. Ráðherra gerði brotlegu stjórnsýslulög og var dæmdur tvívegis í Hæstarétti og er ekki tekið ábyrgð á þeim dómum. Ég tel að dómsmálaráðherra hafi átt að óska eftir nýju áliti dómnefndar hæfi umsækjanda í dómarastöðu, þar að segja ef hún taldi eitthvað rangt í áliti dómnefndarinnar. Í dómnum segir ráðherra meðal annars: ráðherra ber ábyrgð á stjórnskipulega og skipun dómara við Landsrétt og var við hana bundin af almennum reglum stjórnsýsluréttar, bæði hvað varðar meðferð málsins sem og þá efnislegum ákvörðunum sem ráðherra tók þegar hún lagði til við Alþingi að tilteknir einstaklingar yrðu skipaðir í embætti dómara. Í því sambandi er undarlegt að dómnefndin ræður allri skipan í Landsrétt en ráðherra alla ábyrgð á þeim sem hún skipar. Þetta mál er allt stórfurðulegt og verður því að taka það allt til endurskoðunar til þess að sátt og traust ráði skipan dómara og ekki verður því fullyrt að ráðherra hafi valið 15 hæfustu einstaklingana í Landsrétt eða hvað þá dómnefndin. Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur segir að stjórnsýslumeðferð ráðherra hafi ekki verið í samræmi við ákvæði laga nr. 50/2016 sem og skráðar og óskráðar reglur stjórnsýsluréttarins rannsókn máls og þá einnig mat á hæfi umsækjenda og innbyrðis samanburð á þeim. Þannig að þetta er stórfurðulegt mál og þarf að taka til endurskoðunar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra
Forseti. Vantraust, þingsályktunartillaga um vantraust er réttur þingmanna. Réttur þingmanna til þess að veita framkvæmdarvaldinu ákveðið aðhald og slíkan rétt er ekki umgengist af léttúð eða neinu slíku. Og þess vegna fannst mér sárt að heyra það áðan hjá ráðherrum í ríkisstjórn og mér fannst ekki mikill bragur yfir því að tala niður þetta veigamikla hlutverk sem þingmenn í stjórnarandstöðu og líka í stjórn hafa, að það er að veita framkvæmdarvaldinu aðhald. Og þetta er skýlaus réttur þeirra þingmanna sem eru flutningsmenn þessarar tillögu og við skulum virða þann rétt. Og fyrir okkur í þingsal og sem erum ekki flutningsmenn þessarar tillögu, þá er það okkar að fara yfir málsatvik, kynna okkur öll málsgögn og taka síðan málefnalega afstöðu hvort og hvenær ráðherra þarf að axla ábyrgð vegna embættisverka sinna og eða pólitískra ákvarðana. Og ég viðurkenni alveg að þetta er þungbært. Af því ég hafði séð fyrir mig, ekki síst í ljósi þess sem stendur meðal annars í stjórnarsáttmálanum og það sem við höfum öll verið hér að ræða og ég efast ekki að það er gert og sett fram af einlægni, það er að bæta vinnubrögð innan þings sem utan. Það gildir líka ríkisstjórnina. Þannig að ég hefði viljað sjá hér líka umræðu önnur viðmið, önnur vinnubrögð og að ríkisstjórnin setji þetta ekki bara á prent í ríkisstjórnarsáttmála heldur sýni líka frumkvæði í öðrum vinnubrögðum. Þannig að við viljum vanda okkur og við ætlum að taka þessu umræðu alvarlega. Ráðherra hefur talað í málinu að hann beri alla ábyrgð. Skýrt sagt það. Að ráðherrann hafi beitt sínu sérfræðiáliti, farið yfir gögn málsins sem ég efast ekki og sett fram sína niðurstöðu. Á endanum er ábyrgðin þar. En hvað felst þá í slíkri ábyrgð? Að mínum mati snýst spurningin svolítið það. Í rauninni má segja að Hæstiréttur hafi tekið þetta skýrt fram og sett þetta mjög glögglega fram í sinni niðurstöðu. Ráðherrann fékk skýr viðvörunarorð, aðvörunarorð frá sínum helstu sérfræðingum. Ráðherrann fór gegn þeim, tók sína pólitísku meðvituðu ákvörðun þá niðurstöðu. Ráðherrann upplýsti þingið ekki, það vita allir. Upplýsti ekki samstarfsflokka, afar þungbært. Því að þegar maður er í ríkisstjórn, og þess vegna skil ég viðbrögðin líka hjá hæstv. Ráðherrum, þá standa allir svolítið saman. Þetta er svolítið lið. Og þess vegna var sárt að ríkisstjórnin var ekki upplýst og ég efast ekki það heldur að hæstv. Þáverandi forsætisráðherra, hann hefði ekki hleypt málinu í gegnum ríkisstjórn ef við hefðum verið upplýst þessa annmarka sem síðan voru og kom í ljós á málinu. Þannig að á þessum grunni var hæstv. Ráðherra dæmdur. Umboðsmaður tekur undir þetta alveg skýrlega. Þess vegna er ekki frumkvæðisathugun sett af stað af því að Hæstiréttur er búinn að tala í málinu. Það er óþarfi að umboðsmaður fari nákvæmlega yfir þessi málsatvik. Og fyrir vikið þá stöndum við frammi fyrir því að ríkið sé ekki bara skaðabótaskylt líklega fyrir tugum ef ekki hundruðum milljóna, að það er komin ákveðin réttaróvissa. Það er búið að setja fram réttaróvissu allavega til skemmri tíma, hugsanlega til lengri tíma ef málið fara til Mannréttindadómstólsins. Og þetta mikilvæga millidómstig sem við erum búin að vera að byggja upp og við erum búin að tala ég flutti á sínum tíma þingsályktunartillögu um millidómstig af því að það skiptir svo miklu máli að byggja upp réttarríkið í landinu, halda áfram að gera það. Og þess vegna er millidómstigið sem nú heitir Landsréttur gríðarlega mikilvægt tæki og ég vara við því að við sem slík hér í þessari umræðu tölum það niður. Því að þeir einstaklingar sem nú þegar gegna þar störfum, mikilvægum störfum, að gera það allir af miklum heilindum. Ég vil leyfa mér að fullyrða það. En afleiðingar þessarar pólitísku ákvörðunar og embættisverka ráðherra eru alvarlegar. Og þá erum við komin að þessu stóra máli. Hvað með vantraust? Hvað með afsagnir ráðherra? Áður en við förum yfir í afsagnir. Það er ekkert endilega algengt hér í íslensku samfélagi. Innanríkisráðherra fyrir löngu síðan sagði af sér, ekki fyrir það að hafa verið dæmd fyrir Hæstarétti, dæmd fyrir embættisverk, heldur vegna þunga málsins og axlaði þannig ábyrgð þegar staðan var orðin mjög erfið. Það gerði líka heilbrigðisráðherra á sínum tíma hjá Alþýðuflokknum. Þegar staðan var orðin mjög erfið, þá fóru menn frá og horfðust í augu við það sem við blasti líka til þess að auka traust á undirstöðum samfélagsins sem er meðal annars framkvæmdarvaldið, sem er dómsvaldið, sem er þingið. Þannig að þar öxluðu
menn og konur ábyrgð. Það hefur verið rætt um það og ég var þeirrar skoðunar á sínum tíma að ráðherrar sem hafa verið dæmdir fyrir Hæstarétti verða að íhuga stöðu sína. En við skulum líka samt skoða það með allri sanngirni, og ég verð að horfast í augu við það, að það er ákveðin sanngirni í því þegar ráðherrar eru dæmdir fyrir það að hafa farið að ráðgjöf og ráðleggingum sérfræðinga og embættismanna innan Stjórnarráðsins. Að þeir settu fram þá sína ákvörðun á grunni ráðlegginga sérfróðra manna eftir að hafa farið í gegnum ferli. Á þeim grunni voru þeir dæmdir. Ég tel svo að ráðherra hafi haft ótal tækifæri til þess að stíga sjálf til hliðar en hefur kosið þess í stað með fulltingi ráðherra í ríkisstjórn, forsætisráðherra hæstv., samgönguráðherra hæstv., sem ekki fyrir löngu síðan, það eru bara nokkrum mánuðir síðan, að þau gagnrýndu þennan sama ráðherra afar harkalega, ekkert endilega svona mildilega eins og var farið yfir áðan, heldur nokkuð harkalega fyrir þessar embættisfærslur vegna Landsréttar, gagnrýni sem að síðan Hæstiréttur tók eindregið undir og þar með talið umboðsmaður líka. Þannig að á endanum þá enn og aftur erum við komin inn í það að þetta snýst um vinnubrögðin. Þetta snýst um það hvernig við breytum. Og við þurfum að taka afstöðu núna hér til þessarar tillögu, þessarar snúnu tillögu, en við horfum upp á það sama gamla. Samstarfsflokkum í ríkisstjórn er stillt upp við vegg. Þinginu er stillt upp við vegg. Þannig að ekkert breytist. Það er öllum smalað heim, liðin eru svona og hinsegin og ekkert breytir sér. Og það er það sem mér finnst sorglegt að sjá ekki frumkvæði af hálfu ríkisstjórnar, af hálfu þeirra sem situr í forsæti ríkisstjórnar og segja breytum þessu og sýnum það í verki. Af því það er svo margt sem að þetta mál snýst um. Og þetta mál snýst fyrst og síðast um grundvallarprinsipp, grundvallaratriði í íslensku samfélagi, gegnsæi og traust á grunnstoðum samfélagsins, og það er það sem við verðum að hafa í huga þegar við greiðum atkvæði hér á eftir, og það er það sem við þingmenn Viðreisnar munum hafa í huga síðar í dag í atkvæðagreiðslunni. Málstekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti. Traust er dýrmætt og það er áunnið. Glatist traustið þarf mikinn vilja og vinnu til að endurheimta traust að nýju. Dómsmálaráðherra hæstv. Er rúinn trausti vegna ólögmætra embættisathafna sinna við skipan dómara í Landsrétt. Á því ber engin ábyrgð nema hún sjálf. En í stað þess að viðurkenna brot sín, í stað þess að vinna gagngert til þess að ná trausti okkar aftur, deilir hún við dómarann í eigin sök og grefur sér sífellt dýpri gröf. Herra forseti, við vantreystum dómsmálaráðherra vegna þess að hún ber enga virðingu fyrir því valdi sem henni er trúað fyrir í embætti sínu. Sigríður Andersen braut lög við skipan dómara. Það staðfestir Hæstiréttur. Hún gerði það gegn ráðleggingum sérfræðinga. Ekki einu sinni vöruðu sérfræðingar ráðherra við, ekki tvisvar, heldur ítrekað. Hún kann ekki að fara með vald sitt, beitir því eftir eigin geðþótta og hentisemi og skellir svo skuldinni á hverja undirstöðustofnun stjórnkerfisins á fætur annarri. Venjulegur einstaklingur hefði á þessum tímapunkti einfaldlega tekið pokann sinn, enda er það skoðun mikils meirihluta landsmanna að Sigríður eigi að segja af sér, hæstv. Dómsmálaráðherra. Dómsmálaráðherra hefur allt frá því að hún vanrækti rannsóknarskyldu sína við skipan dómara í Landsrétt spillt traustið til embættisins, en ekki síður til allra stofnana sem voga sér að sinna sínu hlutverki. Til þess beitir hún öllum tiltækum ráðum og þvælir umræðina út í eitt ásamt dyggum stuðningi samstarfsmanna sinna í Sjálfstæðisflokknum. Þar á bæ er löng hefð fyrir því að beina umræðinni sífellt í átt að tæknilegum smáatriðum, formstagli og gríðarlegri móðgunargirni þegar einhver dirfist að benda á efni og eðli ágreiningsins. Raunar mætti segja að Sjálfstæðismenn séu í sinni umræðuhefð fasti í fornum hugsunarhætti þeirra persónugerðar Íslendinga fyrri tíma sem Halldór Laxness lýsir svo vel í Innansveitakróníku, með leyfi forseta. Því hefur verið haldið fram að Íslendingar beigi sig lítt fyrir skynsamlegum rökum, fjármunarökum varla heldur og þó enn síður fyrir rökum trúarinnar, en leysi vandræði sín með því að stunda orðhengilshátt og deilum titlingaskít sem ekki kemur málinu við, en verði skelfingu lostnir og setji hljóða hvenær sem komið er að kjarna máls.
Herra forseti, kjarni málsins er að umboðsmaður Alþingis telur málsatvik og lagaatriði þessa máls sem hér liggur til grundvallar atkvæðagreiðslunnar fullupplýst. Það leysir ráðherrann ekki undan ábyrgð, eins og ráðherra ríkisstjórnarinnar, hæstv. reyna að sannfæra okkur heldur staðfestir hana og rennir frekari stoðum undir þá kröfu að hún skuli segja af sér. Það liggur fyrir að ráðherra braut lög við skipun dómara í Landsrétt. Það liggur fyrir að það gerði hún gegn allri ráðgjöf sérfræðinga og án haldbærs rökstuðnings. Það liggur fyrir að tengsl eru á milli ráðherra og þeirra aðila sem ráðherra skipaði í stað annarra sem fagleg matsnefnd taldi hæfari. Þetta sér almenningur og þetta lítur ekki vel út fyrir ráðherra. Enda telur meirihluti þjóðarinnar Sigríður Andersen eigi bara að segja af sér. Í þessu ljósi krefjumst við Píratar og Samfylkingin sömuleiðis að þeir þingmenn sem ætla að verja ráðherra vantrausti komi hér upp í pontu og skýri þá afstöðu sína. Orðum mínum er ekki síst beitt til hv. þingmanna Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, en 9 af hverjum 10 þeirra sem kjósa myndi flokkinn í dag vilja ráðherra burt. Gerum betur, sögðu talsmenn hv. þingmanna fyrir kosningar. Hvernig verja þeir þetta? Í áðurnefndri innansveitakróníku er einnig að finna söguna af brauðinu dýra sem Guðrúnu Jónsdóttur var falið að flytja á milli bæja. Hún villtist að leið í þoku og ráfaði í nokkra daga. Kona sú snerti þó ekki brauðið í þessum ógöngum sínum, en aðspurð hvers vegna sagði Guðrún: því sem manni er trúað fyrir, því er manni trúað fyrir. Herra forseti, dómsmálaráðherra var trúað fyrir því að setja á fót nýtt dómstig til réttarbóta fyrir almenning. Hún hefur brugðist þessu trausti. Þingmenn eru fulltrúar almennings og ábyrgð þeirra er mikill. Almenningur treystir þingmönnum meðal annars fyrir eftirliti með framkvæmdarvaldinu og í krafti þess hlutverks greiðum við atkvæði hér í dag. Það er því í okkar höndum hér í þessum sal að láta hæstv. ráðherra sæta ábyrgð á gerðum sínum og setja hana af. Herra forseti, í atkvæðagreiðslunni hér á eftir standa allir þingmenn frammi fyrir mikilvægri ákvörðun. Við getum valið að greiða atkvæði með hagsmunum almennings og auki traust á því að lögin í landinu skuli jafnt yfir alla ganga, eða brugðist því trausti sem okkur er trúað fyrir og greitt atkvæði með samtryggingu og sérhagsmunagæslu valdastéttarinnar í landinu. Valdið er okkar, herra forseti, og ábyrgð okkar er mikil. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, loksins kom vantrauststillagan sem stjórnarandstaðan hefur boðað mánuðum saman. Reyndar eru þeir fleiri stjórnarandstöðuþingmennirnir sem ekki standa að þessari vantrauststillögu heldur en flutningsmennirnir, en systurflokkarnir, Píratar og Samfylkingin, hafa einir látið hafa sig það að kalla eftir vantrausti á þennan ráðherra sem hér stendur, ráðherra sem fylgdi lagabókstafnum í einu og öllu við skipan dómara við hinn nýja dómstól. Lagaákvæði sem fjalla skipan dómara við Landsrétt í fyrsta sinn eru ekki mörg, en þau eru alveg skýr. Hæfnisnefnd gerir tillögur dómaraefni til ráðherra. Ráðherra getur vikið frá þeirri tillögu hafi hann uppi málefnaleg sjónarmið sem standi til þess. Ráðherra leggur svo tillögur sínar fyrir Alþingi sem annaðhvort samþykkir eða synjar tillögunum. Og Alþingi samþykkti í júní síðastliðnum tillögur mínar 15 einstaklinga í embætti dómara við Landsrétt. Eins og menn þekkja var mikið ákall það hér í þinginu að Landsréttur yrði skipaður jafnt konum sem körlum. Þetta kom fram bæði í ræðum og skrifuðum greinum og nefndarálitum þingmanna, en einnig í samtölum mínum við forystumenn flokkanna þegar niðurstaða dómnefndar lá fyrir. Ég mat það svo sjálf að dómarareynslu hefði ekki verið gefið nægt vægi af hálfu hæfnisnefndar og því var tillaga mín frábrugðin tillögu dómnefndar að því leyti að 9 reyndir héraðsdómarar bættust við hóp
þeirra sem hæfnisnefndin hafði metið sem hæfasta. Og tillaga mín til Alþingis var þannig frábrugðin tillögu hæfnisnefndar til mín 4 einstaklinga. Og þessir 4 einstaklingar höfðu ekki aðeins verið metnir hæfir af dómnefndinni vegna Landsréttarskipunarinnar, heldur voru þeir einnig metnir hæfir þegar þeir voru skipaðir sjálfir héraðsdómarar endur fyrir löngu. Við þessa breytingu jafnaðist hlutur karla og kvenna í Landsrétti og mér segir svo hugur að aldrei áður hafi jafn mikilvæg stofnun verið sett á laggirnar hér á landi í lýðveldissögunni þar sem að með jöfnum hlut beggja kynja. En virðulegur forseti, ég biðst forláts á því að það hafi gerst á minni vakt og að án þess að ég hafi sérstaklega vísað til kynjakvóta eða kynjasjónarmiða við þessa skipan. Þetta gerðist einfaldlega vegna þess að ég sá engin málefnaleg rök fyrir því að telja sitjandi skipaða dómara með áratuga dómarareynslu ekki jafn hæfa og þá 15 sem dómnefndin taldi að kæmu bara til greina. Í desember síðastliðnum kvað Hæstiréttur upp úr að ég hefði ekki rannsakað málið nægilega áður en ég gerði tillögu til Alþingis. Þar með hefði ég farið gegn 10. grein stjórnsýslulaga sem kveður á, eins og þingmenn hv. þekkja, að mál skuli nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Það kallast rannsóknarreglan í stjórnsýslurétti. Og rannsóknarreglan segir ekki annað en þetta: nægjanlega upplýst. Það er hvergi neina skýringu að finna á því hvað telst nægjanlegt. Það hefur skapast hefð og venja við tilteknar aðstæður en ekki allar. Og er þessi regla reyndar mjög reglulega viðfangsefni dómstóla. Skipan 15 dómara í einu lagi er fordæmalaus og verður trúlega einsdæmi í íslenskri réttarsögu. Og við þingheim vil ég þess vegna segja þetta: ég innti af hendi viðamikla rannsókn á umsóknum umsækjenda embætti við Landsrétt, umsögn dómnefndar, andmælum umsækjenda og vægi og stigagjöf dómnefndar og vinnubragðar hennar almennt fyrr og nú. Ég vó einnig sjónarmið ráðgjafa minna innan Stjórnarráðsins en einnig utan þess og öll lög og reglur sem málið varðaði og lögskýringargögn og síðast en ekki síst sjónarmið alþingismanna og formanns dómnefndar. Ég taldi mig hafa rannsakað málið nægilega áður en ég tók ákvörðun að leggja til við Alþingi tillögur aðrar umsækjendur en nefndin. Ég taldi mig hafa rannsakað málið nægilega og ég frábið mér algerlega allan málflutning hér innandyra í þessum sal annað að ég hafi af ásetningi ætlað að valda dómstólunum einhvern skaða, að skerða tiltrú almennings á réttarkerfinu eða dómstólum með þessum hætti. Ég frábið mér slíkan málflutning algerlega. Og þegar menn telja nú dóm Hæstaréttar frá því í desember vera tilefni til afsagnar minnar eða vantraustar Alþingis á mér, þá er á ferðinni einhver misskilningur á þrígreiningu ríkisvaldsins. Einhver misskilningur. Ráðherra hefur ekki síðasta orðið túlkun á lagareglu þegar hann tekur sínar ákvarðanir. Þegar matskenndar reglur er að ræða og ágreiningur er túlkun þeirra, þá kemur auðvitað fyrir að niðurstaða stjórnvalds sé borin undir dómstóla. Og þá eru það dómstólar sem hafa lokaorðið.
og þetta á ekki síst við matskenndar reglur stjórnsýsluréttarins. Og jafn eðlilegt er þá að stundum dæmi dómstólar stjórnvaldi, ráðherra, sveitarfélagi eða ríkisstofnun í óhag. Dómstólar sjálfir eru stundum ósammála. Dómum héraðsdóms er snúið við í Hæstarétti. Þar hafa okkar helstu fræðimenn og lögspekingar þá greinir þá á túlkun laga og reglna. Það er einfaldlega réttarríkið hér sem er að verki og við höfum komið okkur saman það að una niðurstöðunni. Þessi tillaga vantraust sem við ræðum hér sýnist mér til marks að hv. flutningsmenn uni ekki niðurstöðu dómstóla og vilji fá einhvers konar ábót á þessa dómsniðurstöðu. Og menn hafa reynt að kreista þessa ábót einnig út úr störfum hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Menn hafa vonast til að geta kreist þessa ábót út hjá umboðsmanni Alþingis án árangurs. Og ég nefni það hér í nýútkomnu bréfi frá umboðsmanni Alþingis þar sem hann boðar frumkvæðisvinnu, frumkvæðisskoðun á störfum hæfnisnefndar. Þá vil ég líka nefna það hér að hv. dómnefnd, nefnd sem falið að meta hæfni dómaraefna, hefur sjálf komist að þeirri niðurstöðu, skipt skoðun algerlega frá því í sumar og kynnti það með sinni nýjustu umsögn að það væri auðvitað ekki eðlilegt að hlutlægt mat væri lagt á alla umsækjendur og hægt var að komast að niðurstöðu með þeim hætti. En virðulegur forseti, það er auðvitað ekkert svo með öllu illt að ekki boði nokkuð gott. Þessi vantrauststillaga sýnir nefnilega að valdið til að skipa dómara á að vera í höndum ráðherra en ekki hjá andlitslausri stjórnsýslunefnd. Hæfnisnefndir verða nefnilega aldrei dregnar til ábyrgðar. Ráðherrann er hægt að draga til ábyrgðar eins og flutningsmenn hér reyna nú að gera með þessum hætti. En ég vil biðja þingheim allan að virða mér það til vorkunnar að ég mun ekki greiða atkvæði með þessari tillögu en tek undir sem fram kom hjá einum hv. þingmanni stjórnarandstöðunnar að það verður í minnum haft hvernig menn greiða hér atkvæði á eftir. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti. Með stofnun Landsréttar átti sér stað eitthvert stærsta framfaraskref sem orðið hefur í íslensku réttarkerfi. Með Landsrétti færðumst við loksins nær því sem þekkist í löndunum í kringum okkur er varðar áfrýjunardómstól. Vil ég leyfa mér að vitna í orð Ólafar heitinnar Nordal er mælti fyrir breytingu á dómstólalögunum á sínum tíma en í máli hennar hér á þingi kom fram með leyfi forseta að hennar mati væri að ræða verulegar umbætur á íslensku réttarkerfi sem fælu í sér mikilvæg framfaraskref. Virðulegur forseti, ég er henni sammála. Landsréttur var ekki stofnaður á einni nóttu. Á bak við stofnun Landsréttar lá þrotlaus vinna starfsfólks dómsmálaráðuneytis, áður innanríkisráðuneytis, árum saman sem og vinnuhóps sem falið var að undirbúa stofnun þessa mikilvæga áfrýjunardómstóls. Nefnd millidómstig kom einnig að málinu og var jafnframt kallaður til rýnihópur fagfólks til að gefa álit sitt á frumvarpi er varðaði Landsrétt. Af hverju öll þessi vinna? Jú, vegna þess að fagmennska við stofnun heils dómstigs er algjörlega nauðsynleg. Það skiptir máli vegna þess að dómstólar eru einn af 3 stólpum samfélagsins og í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands að finna þá grundvallarreglu að dómsvaldið sé aðgreint frá löggjafar- og framkvæmdarvaldinu. Við skipan Landsréttar var farin sú leið að í stað þess að ráðherra stæði einn að málum
skyldi Alþingi vera nokkurs konar öryggisventill með framkvæmdarvaldinu svo tryggt væri að flokkspólitík kæmi þar hvergi við sögu. Við Íslendingar viljum teljast til þróaðra lýðræðisríkja og því var mikilsvert að fyrrverandi innanríkisráðherra Ólöf Nordal skyldi vanda svo mjög til verka eins og raun bar vitni. Þess vegna, virðulegur forseti, er það þyngra en tárum tekur hvernig hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríði Ásthildi Andersen tókst til þegar hún var sest í stól dómsmálaráðherra. Í hennar hlut kom það eitt að skipa dómara við Landsrétt og var til verksins fengin matsnefnd sem meta skyldi hæfi umsækjenda. Mikill áhugi reyndist vera að taka sæti í hinu nýstofnaða rétti og því var verkið umfangsmikið en niðurstaða nefndarinnar skýr. Nefndin skilaði niðurstöðu sinni 15 hæfustu einstaklingana og var skýrsla nefndarinnar hvorki meira né minna en 115 blaðsíðna löng. Þegar til kom, tók hæstv. Dómsmálaráðherra þá ákvörðun að fara gegn niðurstöðu matsnefndar hæfi umsækjanda og handvelja 4 einstaklinga sem hún vildi öðrum fremur setja í réttinn. Einstaklinga sem ekki þóttu hæfastir til setu í Landsrétti. Bar hún sinn breytta lista undir Alþingi sem þrátt fyrir hávær mótmæli stjórnarandstöðu, þar á meðal hæstv. Forsætisráðherra, samþykkti lista ráðherra óbreyttan, enda vissi meirihluti þings þá ekki af því að allir sérfræðingar sem að málinu hefðu komið hefðu ráðlagt hæstv. Dómsmálaráðherra eindregið frá því sem hún var við það að gera. Var henni ítrekað tjáð að með því myndi hún brjóta gegn rannsóknarreglu stjórnsýsluréttarins. Þetta vissu hv. þingmenn ekki þegar þeir fengu þetta verkefni í hendur síðastliðið sumar. Þetta vissu hv. þingmenn og hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir heldur ekki þegar hún gekk til stjórnarsamstarfs við Sjálfstæðisflokkinn og flokk hæstv. dómsmálaráðherra. Dómsmálaráðherra valdi að hlusta ekki á öll þessi ráð. Virðulegur forseti, Hæstiréttur hefur nú þegar í tvígang komist að þeirri niðurstöðu að hæstv. Dómsmálaráðherra hafi við ákvörðun sína ekki uppfyllt rannsóknarskyldu stjórnsýsluréttarins við embættisfærslur sínar. Hæstv. Dómsmálaráðherra hefur eftir uppkvaðningu dóma í Hæstarétti ítrekað greint svo frá að hún sé ósammála þessari niðurstöðu æðsta dómstóls landsins. Umboðsmaður Alþingis sagði svo í bréfi sínu til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sem barst í vikunni með leyfi forseta að hann fá ekki annað séð en að þar að segja í dómum Hæstaréttar, sé nægilega upplýst málsatvik og lagaatriði og því sé ekki nauðsyn á frekari rannsókn á starfsháttum ráðherra hvað þetta varðar. Þetta, virðulegur forseti, heitir á fagmáli að málið teljist upplýst. Virðulegur forseti, embættisfærslur hæstv. dómsmálaráðherra voru í andstöðu við stjórnsýslulög. Eftir uppkvaðningu hæstaréttardóma hefur ýmislegt fróðlegt komið í ljós varðandi feril málsins innan ráðuneytis sem einnig orkar tvímælis. Hefur komið fram að ráðherra fór gegn öllum ráðum sérfræðinga innan sem utan ráðuneytis. Einnig byggði dómsmálaráðherra hæstv. vörn sína á því að hún bæri ekki ábyrgð heldur Alþingi sem hefði greitt atkvæði skipanina. Slík málsvörn hefur einnig verið slegin út af borðinu með dómum Hæstaréttar. Loks lýsti hæstv. dómsmálaráðherra því yfir að henni hefði verið nauðugur einn kostur að fara þessa leið enda tíminn naumur eða einungis 2 vikur. Einnig það reyndist rangt. Í áðurnefndu bréfi umboðsmanns Alþingis segir að umræddur 2 vikna frestur eigi ekkert við skipan dómara í Landsrétt, svo sú málsvörn ráðherra gengur heldur ekki. Þá sagði einnig í dómi Hæstaréttar með leyfi forseta að ófullnægjandi rannsókn máls og ágallar á mati stjórnvalds verði almennt ekki réttlætt á grundvelli sjónarmiða málshraða. Virðulegur forseti, í dag er staðan sú í íslensku réttarkerfi að fjöldi dómsmála vegna embættisfærslna hæstv. dómsmálaráðherra liðast allt hið íslenska réttarkerfi, öll dómstigin, héraðsdóm, Landsrétt og Hæstarétt og má vænta þess að þau muni á endanum ná út fyrir landsteinana enda snýst málið fyrst og fremst sjálfstæði dómstóla, samanber stjórnarskrá og samanber 6. grein mannréttindasáttmála Evrópu.
Sjálfstæði dómstóla skal vera ótvírætt og hafið yfir allan vafa. Sé vafi fyrir hendi er nauðsynlegt að lagfæra ágalla án tafar. Virðulegur forseti. Sjálfstæði Landsréttar er ekki hafið yfir vafa eftir meðferð hæstv. Dómsmálaráðherra við skipan dómara. Það verður að lagfæra svo bæta megi úr því tjóni eða minnka það tjón sem orðið hefur. Stjórnarandstaðan hefur nú margra vikna skeið innt forystumenn ríkisstjórnarinnar svara við hinni augljósu spurningu hvort dómsmálaráðherra sé stætt í ráðherrastól, en svo virðist sem leiðtogar ríkisstjórnarinnar átti sig ekki á alvarleika málsins og er það miður. Íslenskir skattgreiðendur hafa nú þegar fengið fyrstu reikningana inn til sín vegna ólögmætra embættisfærslna dómsmálaráðherra og verði ekki brugðist við er hætta fyrir hendi að ógilda þurfi alla dóma hins nýja Landsréttar mörg ár aftur í tímann. Þetta, virðulegur forseti, snýst málið og því greiðum við í dag atkvæði vantraust á hæstv. Dómsmálaráðherra svo endurreisa megi hið nýja dómstig Landsrétt. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Frú forseti. Hér er komin vantrauststillaga flutt af hluta af stjórnarandstöðunni. Ég mun greiða atkvæði gegn tillögunni. Hún snýst nefnilega ekki dómsmálaráðherra eingöngu, heldur í raun ríkisstjórnina í heild. Ég var og er ósátt við þau embættisverk dómsmálaráðherra á síðasta ári sem eru undir rót þessarar tillögu. Það hefur ekki breyst. Hér er hins vegar verið að fjalla tillögu vantraust og þar gilda önnur sjónarmið. Það er alveg ljóst að skaðinn er skeður. Það er þegar búið að vinna þau embættisverk sem eru ástæða þessarar umræðu. Það var gert í síðustu ríkisstjórn landsins, fyrir síðustu kosningar. Ef vantrauststillagan verður samþykkt getur tvennt gerst. Annaðhvort það að ráðherrann fari og nýr taki við. Nýr dómsmálaráðherra. En hvað myndi þá gerast? Breytist eitthvað? Ætti nýi ráðherrann að skipa nýja dómara og setja hina af? Hvernig er það gert? Ljóst er að samþykkt tillögunnar leysir þess vegna engan efnislega vanda málsins. Hitt sem gæti gerst væri það að Sjálfstæðisflokkurinn yfirgæfi ríkisstjórnina og þar með væri hún úr sögunni. Vil ég aðra ríkisstjórn án alþingiskosninga, aðra en ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur? Mitt svar er nei. Þegar við Vinstri græn gengum til þessa ríkisstjórnarsamstarfs þá lá það ljóst fyrir að við myndum ekki hafa neitt ráðherraval samstarfsflokka okkar að segja, fremur en þeir okkar ráðherraval. Það hefur efnislega ekkert breyst frá því að ákvörðun að ganga í þetta ríkisstjórnarsamstarf var tekin. Hæstiréttur staðfesti efnislega minnihluta-álit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sem núverandi forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir lagði fram og skrifaði á síðasta ári. Embættisfærslur dómsmálaráðherra frá því á síðasta ári lágu því fyrir þegar farið var í þetta ríkisstjórnarsamstarf og efnislega hefur ekkert breyst. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur farið ofan í saumana á málinu ásamt umboðsmanni Alþingis og sú vinna og ábendingar munu nýtast til þess að endurskoða stjórnsýsluna í skipun í opinber embætti. Hæfi dómara eru líka nú til skoðunar í Hæstarétti. Aðild okkar Vinstri grænna að þessari ríkisstjórn og stuðningi við alla ráðherra hennar byggist á þeim mörgu góðu framfaramálum sem koma fram í samstarfsyfirlýsingu samstarfsflokkanna í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Ríkisstjórnin er að skila mikilvægum verkum að mati okkar Vinstri grænna og er rétt að hefja kjörtímabilið þar sem krefjandi verkefni eru framundan við að uppfylla metnaðarfulla samstarfsyfirlýsingu. Ég get bent á mikilvæg mál og vinnu sem nú þegar eru hafin, til dæmis í ráðuneyti heilbrigðismála og í umhverfisráðuneytinu,
og bendi líka á öfluga forystu forsætisráðherra okkar, Katrínar Jakobsdóttur, fyrir þessari ríkisstjórn. Ég vil minna á það sem gerðist til dæmis í síðustu viku þegar hæstv. Forsætisráðherra stöðvaði vopnaflutningana og lýsti yfir að Landsbankinn yrði ekki seldur, svo einhver dæmi séu tekin. Aðkoma okkar Vinstri grænna af ríkisstjórninni skiptir máli. Þessi tillaga snýst ríkisstjórnina og ég vil að hún haldi áfram með sín mikilvægu verkefni. Því skaðinn er skeður varðandi þau umdeildu embættisverk sem unnin voru af dómsmálaráðherra á síðasta ári. Og skoðanir mínar þar að lútandi hafa ekki breyst. Og brýnt er að læra af þessum mistökum og gera það. Við erum öll sammála um það að læra af þessum mistökum. En munum það að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur ekki komið efnislega að þessu máli. Ég ber því fullt traust til ríkisstjórnarinnar og hennar ráðherra og treysti því að forsætisráðherra leiði þessa ríkisstjórn áfram til góðra verka, landi og þjóð til heilla. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Það er svona hálfringlaður eftir síðustu ræðu. Minnum við svolítið á ræðuna sem voru fluttar hérna í kringum 2009 þegar að þingmenn Vinstri grænna voru á móti að sækja aðild að Evrópusambandinu gerðu hann samt. Það var svolítið svona svipur ræða. Ég er á móti að sækja en ég ætla samt að sækja En við ætlum ekki að rífa það upp hér, það er einhvern tíma til þess. Ég ætla að byrja, virðulegi forseti, að segja það að ég er ofsalega sammála því sem hæstv. Ráðherra sagði hér í lok sinna ræðu að við getum ekki látið andlitslausa stjórnsýsluna valdið. Það er hjá ráðherranum, ábyrgðin er sjálfsagt það líka. Og þess vegna er ég sammála með það að þegar að eitthvað kemur svona frá einhver svona nefnd eitthvað, þá á ráðherrann sjálfsagt að fara yfir það. Hann hlýtur að þurfa að skoða þegar hann ber ábyrgðina. En þá byrjar að mér sýnist vandræðagangurinn. Þá byrjar klúðrið kannski í hvernig eftirleikurinn er. Og ég held að sé mjög mikilvægt fyrst að ráðherra, sérstaklega forsætisráðherra hæstvirtur, er æstur í því að læra á þessu öllu saman. Það er mjög gott að menn geri það. Við þurfum þá að breyta mjög miklu. Við þurfum að breyta líka því hvernig menn horfa á svona andlitslausar nefndir eða slíkt. Ef að ráðherrann á að bera ábyrgð, þá þarf hann að hafa leyfi, völd, hafa getu til þess að bera ábyrgðina. En hann á líka þá að svara fyrir ábyrgðina. Og ég margspurði hér í þessu ræðustól hæstv. Forsætisráðherra, hvenær þarf ráðherra að víkja? Hvenær á ráðherra að víkja ef hann hefur brotið eitthvað af þeirri starfi? Það voru engin svör að sjálfsögðu. Hæstv. Forsætisráðherra sá ekki ástæðu til þess að koma með skilgreiningu því. Og ég velti fyrir mér hvort að ráðherra eigi að víkja bara þegar nógu margir æpa hann eigi að víkja. Þegar nógu margir mæta hér fyrir utan húsið og segja þú ert að fara, á hann þá að víkja. Er það reglan? Á ráðherra að víkja þegar hann er dæmdur á æðsta dómstigi landsins? Hvenær þá? Fyrir hvað? Skiptir það máli líka? Á hann að víkja ef hann brýtur stjórnsýslureglur? Á hann að víkja ef hann keyrir á hratt? Hvenær á ráðherra að víkja? Ef þetta er eitthvert vafamál, þá þurfum við sjálfsagt að fara yfir það. Ég sagði hér fyrir nokkrum árum síðan þegar hæstv. Núverandi heilbrigðisráðherra var dæmdur á Hæstarétti að ráðherrann ætti að taka poka sinn, þá sem umhverfisráðherra. Vegna þess að æðsti réttur landsins, dómstóll, hefði dæmt hana. Ég er á sama stað. Mér finnst hún ekki að sitja þarna sem ráðherra í dag. Ég er þar af leiðandi á því að hæstv. Dómsmálaráðherra þurfi að víkja vegna þess að hún hefur fengið dóma á sig á æðsta dómstigi landsins. Meðan við höfum ekki skilgreint betur hvað þarf að gerast til að ráðherra víki í slíkum aðstæðum, þá finnst mér að víkja. Það er bara mjög einfalt með það. Ég er líka sammála þeim sem að segja að það ríkir mikil óvissa framhaldið varðandi Landsrétt. Hvernig verður framhaldið með þennan rétt? Þetta stofustáss sem núna er komið allt í einu upp í okkar dómskerfi sem allir ætla að vera sammála Svo komumst við að því að upplýsingarnar sem við höfðum voru ekki allar á borðinu. Var þeim leynt vísvitandi? Ég held nú ekki. Ég held nú kannski að þeim hafi verið leynt óvart. Að við höfum ekki fengið að vita að þessi ráðgjöf og gagnrýni innan úr ráðuneytinu
bara vegna þess að menn glemdu að segja okkur frá því. Ég ætla nú að vera á þeim stað. Ég ætla ekki að segja að menn hafi verið vísvitandi að fela það fyrir okkur. Hefði það breytt einhverju? Jú, mögulega hefði það breytt atkvæðagreiðslunni fyrir Alþingi. Ég hugsa að það hefði breytt því. Fyrir allan einhverja. Allan hefði menn kannski spurt spurninga sem er kannski núna verið að spyrja. En virðulegi forseti, ég verð þó að nefna það og ég vona það að við séum ekki að horfa upp á slíkt í náinni framtíð. Að hér nefndi hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra landsdómsmálið og landsdóm. Það er nú ljóta ófétið. Að við skyldum kalla það, eða ekki við, ég verð þó ekki því, að þeir sem gerðu það á sínum tíma og þeir sem fylgdu því fast eftir eiga að skamma sín að mínu viti. Við erum ekki að fara að horfa upp á slíkt. Aldrei aftur. Aldrei nokkurn aftur. En það sem við horfum fram á núna er virðing löggjafans, Alþingis, er virðingin sem hæstv. Forsætisráðherra myndaði ríkisstjórn út á. Einhverjum talaði voðalega breiða ríkisstjórn. Hver er skírskotun þegar kemur að breytingu? Það er bara að sitja sem lengst, láta hvað sem yfir sig ganga. Hæstv. forsætisráðherra ber ábyrgð þessari ríkisstjórn. Hún hlýtur að þurfa að svara því hvenær eiga menn að axla ábyrgð í hennar samstarfi undir hennar stjórn. Ég spyr að því. En ég ítreka sem ég sagði áðan að ég er sammála hæstv. dómsmálaráðherra þegar ráðherrann segir að ráðherrann þarf að taka ákvarðanir, ráðherrann þarf að bera ábyrgð, en ráðherrann þarf þá líka að hafa tæki og tól til þess og hann þarf að bera ábyrgðina á því sem hann ákveður. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Við erum að ræða hér vantrauststillögu á hæstv. dómsmálaráðherra. Fyrsti flutningsmaður málsins, hv. þingmaður Logi Einarsson, fór hér í framsögu sinni yfir þann rökstuðning og það hafa fleiri hv. þingmenn sem að styðja þessa tillögu farið yfir það á hvaða forsendum Alþingi eigi að lýsa yfir vantrausti á hæstv. ráðherra. Farið yfir val hæstv. ráðherra á dómurum í Landsrétt þar sem Hæstiréttur taldi hæstv. ráðherra brjóta gegn stjórnsýslulögum með því að fara ekki að hæfnismati dómnefndar skipun þeirra í Landsrétt, þeirra 15 dómara sem dómnefndin mat hæfasta. Í stuttu máli hefði ráðherrann átt að bera saman hæfni þeirra 4 sem dómnefndin lagði til og þeirra sem hæstv. ráðherra ákvað að skipa í staðinn, samkvæmt þeim þáttum sem ráðherrann hæstv. lagði til grundvallar. Og mat Hæstiréttur að ekki lægju nægjanleg gögn fyrir eða engin, eins og kemur fram í dómi Hæstaréttar það mat hæstv. ráðherra og segir að slík málsmeðferð sé andstæð 10. gr. stjórnsýslulaga. Og það sama ætti reyndar við meðferð Alþingis á þeirri tillögu hæstv. ráðherra þar sem ekki var bætt úr þessum annmörkum á málsmeðferð hæstv. ráðherra. Þessi skipan dómara í Landsrétt byggir á lagabreytingu er varðar skipan dómara frá 2010 þar sem vægi dómnefndar var aukið. Þrátt fyrir allt er gert ráð fyrir því að ráðherra hæstv. dómsmála geti vikið frá niðurstöðu nefndarinnar og lagt nýja tillögu fyrir Alþingi til samþykktar eins og ráðherrann hæstv. Sigríður Á. Andersen gerði í þessu tilviki. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tók málið til umfjöllunar á grundvelli niðurstöðu Hæstaréttar og ákvað á endanum að gefa umboðsmanni, svo ég fari hratt yfir hér sögu, virðulegi forseti, umboðsmanni Alþingis færi á að taka afstöðu til þess hvort hann myndi hefja frumkvæðisathugun á málinu. Umboðsmaður svaraði því meðal annars og kemur meðal annars fram og má finna á vef umboðsmanns Alþingis í bréfi frá 2. mars til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að hann telji umfjöllun dómstóla svara nægilega vangaveltum undirbúning ákvarðanir ráðherrans hæstv. í málinu. Og það er jafnframt athyglisvert að umboðsmaður hyggst hefja frumkvæðisathugun og kemur fram í samantekt málið á bls. 15
að hefja frumkvæðisathugun af áhrifum stigagjafar og m.a. hvernig hún er metin með tilliti til reglna stjórnsýsluréttar. Hæstv. ráðherra tók sína ákvörðun, tekur ábyrgð á ákvörðuninni og hafði heimild til þess samkvæmt lögum. Þó að hún hafi farið, hæstv. dómsmálaráðherra hafi farið gegn 10. gr. stjórnsýslulaga, og ég geri ekki lítið úr þessari niðurstöðu Hæstaréttar og skil vel að það sé til umræðu, rannsóknarregluna sem mörgum þykir matskennd, þá mátti hæstv. ráðherra lögum samkvæmt koma með sína niðurstöðu. Og það ber að vísa í að bæði héraðsdómur og Hæstiréttur vísuðu frá kröfu tveggja umsækjenda ógildingu á þessari skipan sem Alþingi samþykkti 1. júní 2017. Og nú hefur hæstv. ráðherra þennan tíma náð kjöri í kosningum. Hann hefur brugðist við dómi Hæstaréttar. Hæstv. ráðherra hefur kallað eftir samráði við þingmenn. Hæstv. ráðherra hefur mætt fyrir hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á opnum fundi, rætt málið hér margoft í þingsal og svarað spurningum, öllum spurningum. Virðulegi forseti, ég ítreka það, ég geri ekki lítið úr tillögunni sem slíkri, ég geri ekki lítið úr niðurstöðu Hæstaréttar, en það eru mörg önnur atriði sem skipta máli hér og ég hef reynt að rekja í minni ræðu, hefur komið fram í máli margra hv. þingmanna. Og ég segi það hér að ég get ekki stutt þessa tillögu en styð hæstv. dómsmálaráðherra. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég verð að viðurkenna að það er mér ekki sérstakt gleðiefni að stíga ræðustól Alþingis að þessu sinni. Því miður verður ekki betur séð en að ráðherra hafi orðið á umtalsverð mistök í málsmeðferð sinni við skipan 15 dómara við Landsrétt. Fyrir liggja 2 dómar Hæstaréttar frá 19. desember 2017. Umboðsmaður Alþingis rekur í bréfi sínu til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis frá 2. mars síðastliðinn að komist hafi verið að þeirri niðurstöðu að rannsókn dómsmálaráðherra hefði verið ófullnægjandi til að upplýsa málið nægilega svo að ráðherra væri fært að taka aðra ákvörðun hæfni umsækjanda en dómnefnd hafði áður tekið. Var málsmeðferð, segir umboðsmaður ráðherra, að þessu leyti andstæð 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 þar sem hann er að rekja þennan dóm. Þá segir í endursögn umboðsmanns að í dóminum segi að það leiti þá að sjálfu sér að annmarki hafi verið á meðferð Alþingis á tillögu dómsmálaráðherra þar sem ekki var bætt úr annmörkum á málsmeðferð ráðherra þegar kom til atkvæðagreiðslu á Alþingi. Í 20. gr. laga nr. 115/2011 Stjórnarráð Íslands er lögð á ráðherra sú skylda að leita álits ráðuneytis til þess að tryggja að öll stjórnsýsla ráðherra og ráðuneytis sé í samræmi við ólögfesta réttmætisreglu stjórnsýsluréttar, það er að ákvarðanir og athafnir séu byggðar á málefnalegum sjónarmiðum eða lögmætum sjónarmiðum sem taka mið af þeim opinberu hagsmunum sem ræðir hverju sinni. Ekki verður annað séð, frú forseti, en að ráðherra hafi borið skylda til að upplýsa Alþingi efni þeirrar ráðgjafar sem henni barst úr Stjórnarráðinu.
Alþingi, frú forseti, verður að geta treyst því að ráðherra leyni ekki upplýsingum sem gætu haft áhrif á meðferð mála og niðurstöðu þeirra. Þegar út af þessu er brugðið hlýtur það að hafa afleiðingar. Fyrir hvaða traust Alþingi getur borið til ráðherrans. Þetta atriði vegur þyngst í mínum huga í þessu máli. Ég vil nota þetta tækifæri, frú forseti, og gera alvarlegar athugasemdir við málsmeðferð dómnefndar í Landsréttarmálinu. Nefndin kaus að leggja fram tillögu 15 einstaklinga, jafn marga og átti að skipa, á grundvelli stigamats í Excel-skjali þar sem munur á mönnum mælist í þúsundustu pörtum. Þessi háttur vekur upp alvarlegar spurningar hvaða hlut lýðræðislega kjörnum fulltrúum er ætlaður við skipan dómara. Eiga lýðræðislega kjörnir fulltrúar aðeins að vera stimplar á ákvarðanir andlitslausra nefnda sem hafa ekkert lýðræðislegt umboð og sem engri ábyrgð verður komið yfir. Ég fagna ákvörðun umboðsmanns Alþingis að hefja frumkvæðisrannsókn þetta efni. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti. Traust og ábyrgð eru stór orð og rík að innihaldi. Traust og ábyrgð eru oft notuð í samhengi hvort við annað. Skylda er annað orð af sama meiði. Við treystum fólki til einhvers, þá nýtur það trausts okkar. Við gerum oft hluti í trausti einhvers sem fólk segir og við treystum. Það er traustsins vert. Því miður gerist það að fólk bregst trausti okkar. Það segir eitt en gerir annað. Það leynir okkur atriðum sem máli skipta. Það segist hafa farið að einu og öllu að reglum en gerir það ekki. Andstæða trausts er vantraust. Þegar einhver bregst trausti okkar er afleiðingin vantraust. Við treystum viðkomandi ekki lengur. Það breytir öllu eðli samskiptanna. Trúnaður hefur verið rofinn. Fólk ber ábyrgð á gjörðum sínum og á að standa þeim reikningsskil. Það er almennur og viðtekinn sannleikur og einn af grunnþáttum samfélagssáttmála okkar. Stundum segist fólk bera fulla ábyrgð á einhverju, þá treystum við því. Oft er þetta kallað að axla ábyrgð. Því miður gerist það að slíkar yfirlýsingar eru orðin tóm. Þær hafa ekkert innihald eða afleiðingar. Fólk firrir sig ábyrgðinni eða segist hafa axlað ábyrgð með einhverjum hætti sem er algjörlega marklaus. Þá er eina ráðið að draga viðkomandi til ábyrgðar með þeim ráðum sem tiltæk eru. Skylda er svo enn eitt hugtak sem hefur innihald og merkingu. Maður á að gera skyldu sína. Manni ber skylda til þess að segja frá einhverju eða upplýsa öll atriði. Þannig á maður skyldum að gegna. Því miður ber svo við að fólk bregst skyldum sínum og þá kemur til kasta þess að íhuga traust eða vantraust, ábyrgð eða ábyrgðarleysi. Frú forseti, það er mér þungbært að standa hér í þessum ræðustóli á þessum fallega degi og ræða þingsályktun vantraust á hæstv. Dómsmálaráðherra. Mér ber hins vegar skylda til þess. Yfirlýsing vantraust er alvarlegt mál og ég tek því ekki af léttúð. Ég var stuðningsmaður síðustu ríkisstjórnar þegar ákvarðanir voru teknar skipan dómara í Landsrétt. Ég var ekki bara stuðningsmaður stjórnarinnar, heldur studdi ég tillögu hæstv. Dómsmálaráðherra. Ég get ekki vikið mér undan því. Í mínum huga snýst þetta mál í grundvallaratriðum afar einfalda hluti.
Það snýst um samskipti Alþingis og hæstv. Dómsmálaráðherra. Það snýst um samskipti hæstv. Dómsmálaráðherra við samstarfsflokka sína í síðustu ríkisstjórn og þingmanna þeirra. Um samskipti hæstv. Dómsmálaráðherra við ráðherra og þingmenn eigin flokks get ég eðli málsins samkvæmt ekki fullyrt neitt um. Alþingi og einstakir þingmenn eiga yfirleitt ekki annan kost en að treysta ráðherra til þess að búa mál þannig í hendur þingsins að það sé vandað og öllum lögum og reglum sé fylgt, hann hafi uppfyllt þær stjórnsýslulegu skyldur sem honum eru lagðar á herðar og upplýsi þingið um öll atriði sem geta haft þýðingu við afgreiðslu málsins. Það hefur ótvírætt verið leitt í ljós að hæstv. Dómsmálaráðherra hefur við undirbúning þess máls sem er kveikja þessarar vantrauststillögu ekki staðið rétt að verki. Annars vegar uppfyllti hann ekki rannsóknarskyldu sína og málatilbúnað með fullnægjandi hætti. Það hefur Hæstiréttur dæmt. Hins vegar hefur komið fram að hann kaus að upplýsa hvorki samherja sína í ríkisstjórnarsamstarfi né Alþingi, sem er sýnu alvarlega, að hæstv. ráðherra hefði farið þvert gegn ráðleggingum embættismanna í þessu stóra máli. Hér er rétt að hafa í huga að hæstv. ráðherra er sjálfur í miðju allra ákvarðana sem teknar voru skipan dómaranna við Landsrétt. Hann var ekki að staðfesta eða fara ráðum embættismanna. Nei, hann tók málin í eigin hendur þvert á ráðleggingar. Afleiðingin var sú að ráðherra var dæmdur í Hæstarétti einmitt fyrir þau atriði sem embættismenn vöruðu hann sérstaklega við. Hann ber því einn þá ábyrgð. Hann brást skyldum sínum. Ráðherra kaus að upplýsa þingið ekki að hann færi gegn ráðleggingum. Þvert á móti var hann staðfastur í því að fullyrða að hér væri allt í góðu lagi. Hann brást upplýsingaskyldu sinni gagnvart Alþingi. Hann reis ekki undir því trausti sem til hans var borið í þessu máli, í það minnsta ekki þess sem hér stendur. Eftir stendur því að ráðherra tók ákvarðanir í þessu máli sem stóðust ekki þær kröfur sem gera verður til hans. Hann brást trausti. Hvorki Alþingi, dómsmálaráðuneytið né dómstólar landsins geta búið við að í ríkisstjórn Íslands sitji ráðherra sem nýtur ekki trausts og það getur almenningur í þessu landi ekki heldur. Bið hv. þingmenn að virða ræðutímann. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Frú forseti, hæstv. fjármálaráðherra grípur nú til mælskubragða en lendir nú í rökvillu. Hann vísar í hefðarétt og telur að það eigi ekki að nota vantraustið vegna þess að það hefur ekki verið notað frá 1940. En hann hins vegar tilheyrir ríkisstjórn sem hefur lagt áherslu á siðbót og þá á hefðarréttur bara einfaldlega ekki við. Hvernig má laga hluti ef aldrei má taka upp nýja siði? Og fyrr má nú vera íhaldssemin að telja að það sé ómálefnalegt þegar að tekist er á ólöglega skipan og heilu dómstigi. Það má vera illa áttaður ráðherra sem vitnar í landsfund Samfylkingar og telur að málið hafi komið upp á 2 síðustu dögum. Hann ætti kannski að líta upp úr mokkanum, virða fyrir sér heiminn, hlusta á almenning og átta sig á því hvað menn hafa verið að tala hérna á síðustu misserum. Mér fannst í rauninni málsvörn forsætisráðherra hæstv. Vera yfirklór, kattarþvottur og í rauninni var hún að drepa mál á dreif. Mál hæstv. Dómsmálaráðherra er ekki til umfjalla hjá dómstólum. Það eru afleiðingar ólöglegra gjörða hennar sem eru þar að valda vandamálum og á orsökinni eigum við að taka, á sjúkdómnum eigum við að taka en ekki sjúkdómsafleiðingunum. Og loks er útúrsnúningur og forherðing hæstv. Dómsmálaráðherra skírætnisvitnisburðurinn að við ættum auðvitað að samþykkja þetta vantraust. Það eru nefnilega ekki talin málefnaleg sjónarmið fyrir því að auka dómarareynslu eða fjölga konum, eins gott og það nú er, ef málið er ekki rannsakað og ef ekki er farið í heildarmat á öllum umsækjendum. Hér hefur komið fram að umboðsmaður Alþingis ætli líka að hefja frumkvæðisrannsókn á framkvæmd mat almennt við ráðningu og skipan í embætti á hins opinbera. Hann hafði hins vegar orð á þessu fyrst 2016.
ekkert í tengslum við þetta Landsréttarmál, heldur vegna annarra mála. Og loks, hæstv. Fjármálaráðherra, við erum ekki að greiða atkvæði manneskjuna Sigríði Á. Andersen, heldur hæstv. Dómsmálaráðherra. Og það er beinlínis ósmekklegt að láta að því liggja að hér sé eitthvert persónulegt mál á ferðinni. Þetta er grafalvarlegt mál. Þetta varðar það hvort að við ætlum sem samfélag að rísa upp úr lægð vantrausts og koma okkur upp betra orðspori hjá almenningi í landinu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti. Hér var talað að rísa upp úr vantrausti og ég verð að segja það að sú umræða sem á sér stað hér í dag gefur mér allavega til kynna að sum stjórnmálaöfl í þessu landi virðast vilja nærast á vantrausti og ala á vantrausti. Hér hafa mörg orð fallið, sumt eru ýkjur og stóryrði, annað eru málefnaleg sjónarmið eins og gengur. Mér finnst rétt til áréttingar að taka það fram að auðvitað eru það fullkomlega málefnaleg sjónarmið við skipun dómara að taka aukið tillit til dómarareynslu. Það er ekki hægt að halda því fram að það sé ólögmæt sjónarmið eða ómálefnaleg sjónarmið. Það er líka mikilvægt að hafa í huga að ágreiningurinn sem á endanum stóð upp úr í Hæstaréttarmálinu sem hér er til umræðu snerist það hversu vel rannsókn hefði farið fram, ekki aðra þætti. Það var búið að hafna í dómsmálum ógildingu á skipun dómaranna og fjalla fjölmörg önnur atriði sem voru tínd til. Þarna var að ræða ágreining mat á því hvernig matskennd regla hefði verið framkvæmd. Það er nú stórmálið sem hér er til umræðu og gefur ekki tilefni til þeirra stóryrða vantraust á réttarkerfinu og hrun lýðræðis á Íslandi og ég veit ekki hvað menn hafa sagt hérna. Það gefur ekki tilefni til þess. Ég vildi segja að umræðan hefur auðvitað endurspeglað það að af hálfu stjórnarandstöðunnar er nálgunin mismunandi frá flokkum. Sumra mati snýst þetta eingöngu þetta mál. Að sumu leyti er hins vegar að ræða greinilega sem brýst fram hér andstaða við þennan ráðherra, jafnvel út af einhverjum öðrum málum. Það hefur komið fram í umræðunni. Ekki hjá hv. þingmanni Loga Einarssyni en fleirum í þessari umræðu. Fyrir suma greinilega þá er þetta leið í einhverri leikjafræði gagnvart ríkisstjórninni. Það hefur líka komið fram. Og það er auðvitað mikilvægt að við höfum það í huga þegar við greiðum hér atkvæði á eftir. Þetta er mismunandi nálgun. Það er eitt atriði sem ég vildi nefna sérstaklega vegna þess að það hafa nokkrir hv. þingmenn, einkum af hálfu Viðreisnar og reyndar Flokks fólksins líka, vikið sérstaklega að því að ráðleggingar embættismanna hafi gengið á annan veg og ráðherra hefði verið skyldur til þess að upplýsa það í málsmeðferð í þinginu. Það vill svo til að í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd var mjög mikið tekist á þetta efnisatriði. Fræðimenn sem komu fyrir nefndina höfðu uppi sjónarmið af þessu tagi, fulltrúar allra flokka, þar á meðal Viðreisnar, voru viðstaddir þá umræðu og gengu til atkvæðagreiðslu meðvitaðir það að það var ágreiningur, lögfræðilegur ágreiningur það hvernig matskenndri reglu 10. greinar stjórnsýslulaga væri fullnægt að þessu leyti. Það var ekki eins og það væri eitthvað leyndarmál að það væru skiptar skoðanir. Við hv. þingmenn að virða tímamörkin. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætla að reyna að koma okkur aðeins aftur á réttan kjöl í þessari umræðu. Hæstiréttur mun bráðum fella dóm hæfi dómara við Landsrétt. Gefum okkur að Hæstiréttur meti dómara Landsréttar hæfa. Þá mun þessu verða skotið til Mannréttindadómstóls Evrópu sem mun taka 2 til 3 ár að komast að niðurstöðu og á þeim tíma verður réttaróvissa mál Landsréttar.
Jafnvel ef MDE, Mannréttindadómstóll Evrópu, kemst síðan að þeirri niðurstöðu að þeir séu allir í góðu lagi. Það verða samt þessi 2-3 ár. Það er búið að skemma fyrir þessu millidómstigi. Skaðinn er skeður og hann verður meiri. Við erum hérna að fara þetta, allavega ég fyrir mitt leyti, að fara þetta vantraust gegn þessum ráðherra fyrir það, ekki fyrir persónu ráðherrans, og frábið mér slíka málflutning meðan ég man. Þetta snýst hegðunar ráðherrans, hvernig hann hagar sér. Og ég ætla að reyna að fara hérna yfir nokkra punkta sem aðrir hv. þingmenn hafa nefnt hér, en Bjarni Ben, hæstv. ráðherra, sagði þetta snýst persónu ráðherrans. Af hverju? Af hverju ættu að vera hér að lýsa við vantrausti vegna persónu ráðherrans? Í alvöru höfum við ekki betur hluti að gera. Hæstv. formenn stjórnarflokkanna sögðu hérna allir að umboðsmaður Alþingis, hann ætlaði ekki að fara frumkvæðisatkvæði eins og þetta væri málum til stuðnings. Hann bendir á að hann gerir það ekki vegna þess að hann sér ekki ástæðu til þess að upplýsa meira. Þetta er allt komið fram. Þetta er ekki flókinn punktur, virðulegi forseti. Ég hygg að hæstv. ráðherra skilji þetta mæta vel og mættu hætta að láta öðruvísi. Hæstv. ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson segir að uppákoman sé ekki til að auka traust á Alþingi. Ég er því miður sammála honum ef niðurstaðan verður hér sú að ráðherra heldur sínu sæti. Það er hjartanlega sammála honum, því miður. Hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir fjallar síðan hérna 3 punkta. Hún segir að tillagan fjalli ríkisstjórnina. Ég bið hv. þingmann að lesa tillöguna. Það er einfaldlega efnislega rangt hjá hv. þingmanni, en ég bara bæta því við: margur heldur mig sig. Hv. þingmaður nefnir einnig að VG hafi ekki komið að þessu máli á sínum tíma og mér finnst það áhugavert að hún nefni það. Og af hverju? Jú, vegna þess að þetta er skandall, er það ekki? Vegna þess að þingmenn vita að þetta er rangt. Það er rangt það sem gerðist og það á að vera ábyrgð. Og ríkisstjórnin og hæstv. ráðherra axlar ekki þá ábyrgð. Við hljótum öll að sjá þetta. Það er bara þessi árans pólitík sem þvælist alltaf fyrir okkur þegar við ætlum að reyna að gera eitthvað rétt hérna. Og hv. þingmaður spyr einnig: eigum við ekki að læra af þessu? Jú. Og hvað hefur hæstv. ráðherra lært? Hvenær hefur hæstv. ráðherra nokkurn tímann sýnt nokkurn áhuga til að læra nokkuð af þessu máli? Ef við bara sleppum allir pólitík, spyrjum bara hvernig manneskju, hvernig ráðherra við viljum hafa, hvernig viljum við hafa dómsmálaráðherra, sem lærir ekki af mistökum, sem viðurkennir ekki mistök, sem deilir við dómara, hunsar viðvörunarorð og heldur áfram. Ráðherra sem greinilega lærir ekki neitt og telur sig að þér virðist það yfir hafin. Þetta snýst ekki bara um einhver lagatæknileg atriði. Þetta snýst um það hvort við viljum hafa hæfan dómsmálaráðherra í þessu landi eða ekki. En þess að þessi hæstv. dómsmálaráðherra er einfaldlega ekki hæfur til verksins. Þá tekur til máls hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég hef hlustað á umræðuna og ég hlýt að taka undir með þeim sem benda á að hér eru þingmenn hv. ólíkra flokka nálgast þetta mál úr mjög ólíkum áttum. Hér talaði hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Flokks fólksins, um það að þetta mál snerist ríkisstjórnina. Hún hefði ekki gert nóg fyrir aldraða og öryrkja og því væri mikilvægt að styðja við þessa vantrauststillögu hæstv. dómsmálaráðherra. Til þess að hæstv. dómsmálaráðherra var sakaður sviksemi á sínum tíma gagnvart sínum samstarfsflokkum, raunar af öðrum hv. þingmönnum, til þess að hér var lýst vantraust á hæstv. heilbrigðisráðherra fyrir atvik sem hér var fyrir 2 kosningum. Þannig að það er algjörlega ljóst að hv. þingmenn eru að nálgast þetta úr öllum áttum, þetta mál, úr öllum áttum. Og það er nú kannski áhugavert í sjálfu sér að upplifa þessa gerólíku sýn sem kemur mér ekkert á óvart eftir að hafa starfað hér í þinginu á þessu kjörtímabili. Og niðurstaðan sem ég dreg af þessu er að stjórnarandstaðan er sammála um það að þetta sé ómöguleg ríkisstjórn. Það kemur mér ekki á óvart og þau hafa ólíka sýn á það. Ég tek þetta til mín, hv. þingmaður. Það sem ég hef sagt hér, mér finnst merkilegt hins vegar þegar því er haldið fram hér af hv. þingmönnum að ég hafi ekki áttað mig á þessu máli á sínum tíma. Þegar sagt er að hæstv. forsætisráðherra hafi ekki áttað sig á málinu á sínum tíma. Ég bið hv. þingmenn sem því halda fram að lesa bara nefndarálitið sem ég mælti fyrir á sínum tíma. Það sem kom fram í minni ræðu var að ég er sammála dómi Hæstaréttar, enda hafði ég á þetta bent á fyrri stigum. Ég tel hins vegar ekki að af því leiði að ráðherrann eigi að segja af sér eða ég styðji vantraust á ráðherra.
Í ljósi þess sem ég fór hér yfir áðan, að hér er að ræða matskenndar reglur sem eru rannsóknarreglur stjórnsýsluréttarins, og í ljósi þess að þau rök sem hér hafa verið færð fram réttaróvissu, þau duga ekki til þess að rökstyðja vantraust á núverandi ráðherra. Og það hef ég sagt og ég ætla að leyfa mér að fá að tala því ég held að það auki ekki virðingu Alþingis, þessi stöðu frammíköll hv. þingmanna sem ég er nú ekki mikið í sjálf, hvorki á þessu kjörtímabili né öðrum, hv. þingmaður. Ég tel að sú tillaga sem hér liggur fyrir muni ekki gagnast neitt, eins og kom fram hér í ræðu minni, við það að eyða þeirri réttaróvissu, og ég tel heldur ekki að þessi tillaga gagnist í því að læra á málinu. Og hér var spurt sérstaklega hvað á að læra á málinu, til að mynda endurskoða lagaumgjörð um skipan dómara. Það hef ég sagt og er mikilvægt, og hv. þingmönnum kann að virðast það töluvert ómark, en hafi þeir lesið þá dóma sem hér ræðir og getið sér dómafordæmin, þá held ég að þeir hljóti að verða sammála því mati. En meira hef ég ekki þetta segja sinni, en ég ítreka það sem hér kom fram að ég mun ekki styðja þessa tillögu. Forseti vill hvetja hv. þingmann að taka tillit til þess sem stendur í ræðustól og hafa hljóð í salnum. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Mér finnst það að speglast í þessari umræðu að hún er okkur öllum þungbær, þessi umræða. Hún er engum létt og ég vona sannarlega að hv. þingmaður Birgir Ármannsson hafi ekki verið að vísa til þess sem hér stendur þegar hann benti á það að einhverjir þingmenn væru hér í einhverju persónulegri hefndarleiðangri gegn núverandi hæstv. dómsmálaráðherra. Ég bara vona það. En átakanlegast af öllu fannst mér kannski að hlusta á hv. þingmann Lilju Rafneyju Magnúsdóttur sem að þvoði hendur sínar á VG af dómsmálaráðherra af meiri ákefð heldur en að ég hef heyrt og séð síðan að Pílatus gamli þvoði hendur sínar hér í margt löngu af öðrum atburði. Og ég verð að segja að þessi málflutningur hv. þingmanns, hann kannski gerði mér ljóst hvað þingmönnum VG líður illa með þetta mál. Þeir voru algjörlega á móti málsmeðferð ráðherra hæstvirts í fyrra, en skaðinn er skeður svo við bara klórum yfir. Það gera kettirnir líka þar sem þeir eru staddir í sandkassa. Þeir klóru yfir það sem þeir skilja eftir að því skaðinn er skeður. Og hver á að setja upp með skaðann? Jú, við eigum að læra, sagði hv. þingmaður. Og hæstv. forsætisráðherra endurtók það aftur. Og ég spyr aftur hvaða við? Og hvað? Hvað eigum að læra? Hver á að læra? Þannig að ég skil það, eins og ég segi, að þingmönnum VG líði illa með þetta mál. Ég skil að þeim líði illa með afstöðu sína. En eins og ég sagði hér áðan, við vitum ekki og getum ekki gert okkur grein fyrir því í dag hvaða áhrif það mun hafa hvernig Landsréttur er skipaður í dag. Við getum líklega orðið vör við það eftir svona 3 ár eða svo. Og þá er skaðinn vissulega skeður. En hann verður ekki léttbærari fyrir það. Hann verður mjög þungbær. Og það er í satt að segja algjörlega óþolandi ef dómskerfið á Íslandi verður ekki hafið yfir vafa hér næstu 3 ár. Ég get ekki hugsað þá hugsun til enda. Og þess vegna hlýtur maður að spyrja hvað þarf til þess að íslenskur ráðherra segja af sér. Ég spurði hæstv. dómsmálaráðherra þessar spurningar reyndar á nefndarfundi daginn og eftir nokkuð japla þá sagði hún ef hann gerist brotlegu við hegningarlög. Og ég sagði mér allt til lagi, eigum þá að sleppa skattalögum, umferðarlögum, jafnréttislögum sem einhver ráðherra kallaði barn síns tíma einu sinni og forsætisráðherra nokkuð braut. Eigum við þá bara að líta á lagasetninguna í heild og lagasafn Íslands og svo hlaðborð og ef að ráðherra brýtur bara á réttum stað á hlaðborðinu þá er allt í lagi með hann, en ef hann brýtur á öðrum stað þá á hann að víkja. Ég get ekki fallist á þennan málflutning, því miður. Til máls tekur hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegur frú forseti. Það hefur áhugavert að hlusta á þessar umræður hérna í dag. Það er eins og aðrir hafa hér nefnt, koma úr margvíslegum áttum. Mig hefur undrað það svolítið að heyra farið dálítið frjálslega með
sannleikann og staðreyndir í ljósi þess að ég sat í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd með sumum sem hérna hafa talað. Líka í ljósi þess að í kjölfarið á þessari umfjöllun hér í þinginu fóru fram stuðningsmenn og fulltrúar síðustu ríkisstjórnar, til að mynda hv. þingmenn Viðreisnar, og sögðust hafa komið í veg fyrir að hæfnislisti dómnefndarinnar yrði lagður fram og kannast síðan þá ekkert við það að þeir beri ábyrgð á því að tillaga hafi komið hér frá ráðherra hæstvirtum síðastliðið sumar eða vor, þar sem að tekið var meira tillit til kynja, sem að ég reyndar var sammála að væri skynsamlegt og góð tillaga. Það hefur líka verið mistúlkað margt. Hér hafa menn til að mynda fjallað meinta réttaróvissu. En þessi lausn sem hér lögð til, hún mun ekki leysa hana úr hendi. Þannig að hér einhvern veginn svona talsverðu sett í einhvern pott hrærigraut og umræðan verður nokkuð óljós hvert í raun þingið að beina þessari vantrauststillögu á og út af hverju. Og ég bíð spenntur eftir atkvæðagreiðslunni. Ég hef ekki breytt skoðun á því að hlusta á umræðurnar hérna í dag og vísa aftur til þeirrar umræðu sem við tókum hér í fyrrasumar, þess nefndarálit sem ég skrifaði upp á og þeirra ræðu sem við Framsóknarmenn og þeirra skoðana sem við héldum þá fram hér í þinginu. Ég mun ekki styðja þessa vantrauststillögu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, hún búin að leiða mér til ljós, þessi umræða. Ég verð satt best að segja viðurkenna að ég bjóst ekki við því. En fyrsta lagi verð ég að segja að mér finnst afar ógeðfellt að hlusta á í rauninni hreinar og beinar hótanir að mínu mati af hálfu framkvæmdarvaldsins hér úr pontu. Mér fannst það vera þannig í garð löggjafarvaldsins. Þess að réttar okkar til þess að setja fram tillögu, ræða málefnalega þá tillögu sem liggi fyrir og mér hugnast það ekki. Og það verður að segjast eins og að það í rauninni búið að snúa hlutum á hvolf þegar hæstv. Dómsmálaráðherra byrjaði að skýla sér á bak við jafnréttislög og kynjahlutföll. Þá eitthvað orðið skrýtið og margt skrýtið í kýrhausnum. En það alveg rétt sem hæstv. Samgönguráðherra segir. Við í Viðreisn, við settum fram skýra tillögu það og hefur margoft komið fram að við settum skýra tillögu fram það að dómsmálaráðherra myndi við sína ákvörðun taka tillit til kynjasjónarmiða. En við vorum ekki að segja henni að brjóta lög. Við vorum ekki að segja henni að gera það og hún átti bara einfaldlega að vinna heimavinnuna sína hvað þetta varðar. Og það það sem svo hættulegt í þessu, að við erum síðan ekki upplýst. Og það verður hæstv. Samgönguráðherra, sem ber ábyrgð á ýmsu í gegnum tíðina hér í þessum þingsal, að hlusta á. Að við vorum ekki upplýst, ekki ríkisstjórn, löggjafarvaldið var ekki upplýst, sem líka auðvitað ennþá erfiðara og verra. Þetta einfalt að mínu mati, það sem búið að koma hérna fram, þetta skýrt. Ráðherra fór ekki eftir ráðleggingum. Umboðsmaðurinn segir það líka. Fyrir þá sem hafa ekki lesið, þá það skýrt. Umboðsmaður segir ráðherra hlustaði ekki á ráðleggingar, fór ekki eftir ráðleggingum. En það sem undrar mig hér eftir þessa umræðu, meðal annars af hálfu hæstv. Dómsmálaráðherra, að það kemur fram í áliti umboðsmanns Alþingis að hæstv. ráðherra í svari ráðherra að þá hafi hann ekki leitað eftir ráðgjöf utan Stjórnarráðsins. Segir skýrt hér. En hvað sagði ráðherra hér áðan? Hvað sagði ráðherra áðan? Að hæstv. ráðherra hefði leitað eftir ráðgjöf innan sem utan ráðuneytisins. Það stangast strax á. Annars vegar álit og bréf ráðherra til umboðsmanns Alþingis og síðan þess sem sagt hér í þessum stóli. Enn og aftur, ég kalla eftir því að það verði farið yfir þetta verklag, að vinnubrögð verði vönduð. Þetta snýst, eins og ég gat áðan, þessi grundvallarprinsipp í íslenskri stjórnsýslu, umgjörð löggjafarvaldsins, framkvæmd ráðherra, að það ríki gegnsæi og það ríki traust og trúverðugleiki á grunnstoðum íslensks samfélags. Þetta mál snertir einmitt framkvæmdarvaldið, löggjafarvaldið, dómsvaldið. Þannig að við verðum að vanda okkur þegar kemur að þessu.
En þessi umræða hefur að mínu mati verulega skýrt málið og afstaða okkar Viðreisnar, hún liggur líka fyrir. Við munum segja já við vantrausti hér á eftir. Umræðunni er lokið og verður nú gengið til atkvæða. Fínt til atkvæðagreiðslu. Óskað hefur verið eftir nafnakalli svo það sé upplýst og allmargir vilja ræða atkvæðagreiðslu. Það verður nú útbúin mælendur frá það. Rétt að hringja eftir mönnum. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, við greiðum atkvæði um vantraust á ráðherra sem braut lög skipan í Landsrétt. Tvisvar kemur hæstv. forsætisráðherra hér upp og reynir að afvegaleiða umræðuna og segir að það skipti engu máli vegna þess að það sé verið að fjalla hæfi dómara í dómskerfinu. Og það er rétt hjá hæstv. forsætisráðherra. Það er alveg sama þó að fyndist hvítþveginn engill upp í Valhöll og yrði fenginn til að sitjast í stól dómsmálaráðherra. Það myndi ekkert breyta þau mál sem væri til umfjöllunar. En við þurfum að taka á afleiðingum þess sem ráðherrann gerðir. Við þurfum að ráðast gegn sjúkdómnum en ekki sjúkdómseinkenninu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Halldóra Mogensen, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Forseti, virðingin fyrir embættinu er engin. Hæstv. dómsmálaráðherra lagði á síðasta ári upp í þá vegferð að skipta út dómurum sem henni þóknuðust ekki fyrir dómara sem henni leið betur með. Hún skipti út mönnum á borð við Ástráð Haraldsson og Jóhannes Rúnar Jóhannesson fyrir aðra sem voru pólitískt þóknanlegir. Tölum bara hreint út þetta. Er þetta ekki bara þannig að pólitískar skoðanir Ástráðs voru ráðherra ekki þóknanlegar og það gat ekki fengið að standa? Ráðherra hunsaði því alla ráðgjöf, keyrði bara áfram veginn sjálf og henti ráðgjöfunum út á ferð. Ég á þetta, ég má þetta er stef ráðherra og á þessari vegferð eru bæði aðalljósin farin, framrúðan brotin, bremsurnar slitnar og allt í botni í efsta gír. Viðvörunarskiltin eru löng og horfin úr baksýnisspeglinum. Ráðherra er á háhraða að keyra við brennandi brú og hún er með íslenska dómskerfið bundið við farþegasætið. Forseti, er þetta ekki komið gott? Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, hæstv. ráðherra Sigríður Andersen hefur ítrekað sýnt að hún er ekki traustsins verð og verður því að víkja. Við fórnum ekki trausti almennings á kerfið allt vegna persónulegs metnaðar ráðherra til að ríghalda í stólinn. Metnaðar einstaka stjórnmálaflokka til stjórnarsetu eru langsamlega minni hagsmunir en að við getum öll réttilega borið traust til hvors annars. Þess vegna segja ráðherrar af sér eftir framkomu sem slíka sem við höfum verið að ræða hér, til þess að persónulegt vantraust á þeim smitist ekki yfir á alla. Það er að axla ábyrgð og það kjósum við núna. Siðað samfélag þar sem alþingismenn gæta hagsmuna almennings eða samfélag sérhagsmunagæslu og samtryggingar. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkur norður, Birgir Ármannsson. Nei, það er Reykjavík norður. Hæstv. forseti, ég held að það sé full ástæða til þess að mótmæla þeim ummælum sem hafa komið fram að það hafi ómálefnaleg sjónarmið búið að baki tillögu hæstv. dómsmálaráðherra síðasta vor. Það hefur skýrt komið fram og ekki verið hægt að hrekja það með neinum hætti að ástæðan fyrir tillögu dómsmálaráðherra og þeirri breytingu sem hún gerði frá tillögu dómnefndar byggði á sjónarmiðum dómarareynslu sem er ótvíræð þegar að málin eru skoðuð út frá þeim gögnum sem liggja fyrir. Ég vildi hins vegar nota þetta tækifæri til þess að skora á hv. þingmenn að taka afstöðu hér eftir sinni bestu sannfæringu og ekki eftir flokkslínum. Ég held að það sé mikilvægt vegna þess að í þessu máli þá hefur dómsmálaráðherra fært góð rök fyrir máli sínu.
Dómsmálaráðherra hefur lagt spilin á borðið og verið tilbúinn til viðræðna við þingið hvenær sem er og hvar sem er um þessi efni. Ég held að við getum tekið afstöðu á þessum forsendum. Við eigum ekki að líta á þetta sem leik í einhverju pólitískri refskák, heldur að taka afstöðu til tillögunnar út frá ráðherranum og embættisfærslunni þar sem hún hefur gert skýra og góða og glögga grein fyrir sinni afstöðu og rökstutt vel. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, og ræðir atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, mér finnst glatað að þurfa að fara í þessa atkvæðagreiðslu. Ráðherra með sómakennd væri löngu búinn að segja af sér, fyrir löngu síðan. Við öllum samfélögum þar sem að ábyrgð í pólitík var eitthvað annað heldur en slæmt djók, eins og það er hér á Íslandi því miður. Það var boðinn meiri tími, það var sýndur vilji til þess að gera þetta rétt. Hæstv. ráðherra og hæstv. ríkisstjórn á þeim tíma var boðin leið til að gera þetta rétt. Því var hafnað. Það vildi enginn kljúfa Alþingi í herðar niður yfir landsrétti eða skipun dómara Landsrétt. Það vildi þetta enginn og það var hægt að afstýra þessu. Ef það væri bara smá sómakennd og ábyrgðartilfinning í íslensku stjórnmála, sem því miður er ekki tilfellið. En að ráðherranum sem við hér ræðir, viljum við ráðherra sem hunsar viðvörunarorð sérfræðinga við skipun nýs dómstigs, svolítið stórt mál? Viljum við ráðherra sem hafnar lausnum frá minnihlutanum til að gera hlutina rétt? Viljum við ráðherra sem er slett sama þótt að Alþingi sé klofið herða niður við skipan nýs dómstigs, getur ekki viðurkennt mistök, heldur áfram að deila við dómarann, Hæstarétt sjálfan, fyrir sig ávallt ábyrgð en segir samt axlana, ætlar engu að breyta í eigin fari? Er þeim ráðherra treystandi til að taka málefnalegar ákvarðanir? Nei. Axla svona ráðherrar ábyrgð? Nei. Læri þessi ráðherra af reynslu? Nei. Hæstv. ráðherra er ekki hæfur. Það eitt og sér er nógu góð ástæða til að segja já við þessari tillögu hér í dag. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti. Í samsteypustjórnum er hver flokkur ábyrgur fyrir skipan sinna ráðherra, en með því að ganga til samstarfs yfirleitt lýsa hinir flokkarnir stuðningi við hvern annan og slíkt er í raun forsenda samstarfsins. Vinstri græn voru ekki sammála embættisfærslu í tengslum við skipan Landsréttar á síðasta kjörtímabili en ákváðu engu að síður að mynda ríkisstjórn með Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki eftir kosningar. Sú ákvörðun stendur. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, ég langar bara að byrja að segja að það er fullt af góðum ráðherrum í þessari ríkisstjórn og þessi ríkisstjórn getur alveg gert fullt af góðum hlutum og hefur farið af stað vel, heilbrigðisráðherra, menntamálaráðherra, forsætisráðherra með margt gott. Fjármálaráðherra, það er gott þar líka en svona kannski sumir vafasamsatriði sem þarf kannski að skoða líka en þessi ríkisstjórn getur gert fullt af góðum hlutum. Hún er íhaldssöm og það mun ekkert vera kannski miklar breytingar á hlutunum, jú, kannski í heilbrigðismálum, við fáum heilbrigðisstefnu. Þannig að það er fullt gott sem þessi ríkisstjórn hefur farið af stað með og getur gert. Þess vegna er þetta svo sorglegt að við erum með ráðherra dómsmála sem hefur svikið alla í ferlinu við skipun Landsréttar og horfið á það. Það voru sjálfstæðismenn sem fóru meðal annars af stað með það að skyldi búið til landsdómur, skyldi styrkt réttarkerfið og ráðherrar þeirra og þingmenn og þeir sem hefur skipað í stjórnsýsluna unnu faglegt starfi það að koma þessu af stað og koma þessu í gegnum lög. Og síðustu metrunum er það skemmt og það er skemmt vegna þess að það er réttaröryggi það hvort að þessi dómarar séu vilhallir ráðherra. Ráðherra brýtur lög við þessu. Og fyrir minna tilefni hefur Mannréttindadómstóllinn dæmt alla dómstóla vanhæfa, ómerka. Þetta er það sorglega í stöðunni og ráðherra á sjálfsögðu átt að vera löngu búin að segja af sér til þess að við öll í samfélaginu getum farið að starfa að einhverju uppbyggilegu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, þetta hefur verið athyglisverð umræða hér í dag. Það hafa komið fram mörg ólík sjónarmið það hvers vegna ætti að samþykkja tillöguna eða ekki. Hjá þeim sem vilja samþykkja tillöguna, allt frá því að segja að falli dómur ráðherra í óhag þá eigi ávallt vantraust að vera undir, yfir í það að menn hafi verið blekktir.
Það er reyndar furðulegasti málflutningurinn hér af öllu sem ég hef heyrt í dag, að hér hafi stjórnarliðar og þingmenn Viðreisnar á síðasta kjörtímabili verið blekktir eða gögnum haldið frá þeim. Það lágu meira að segja fyrir nefndarálit samhljóma þeim sérfræðingum sem menn telja að hafi verið haldið frá umræðunni hér á þinginu. Og þess vegna er með miklum ólíkindum að sama fólkið og studdi tillögur ráðherrans, hafandi heyrt öll sjónarmiðin sem lágu niðurstöðu Hæstaréttar til grundvallar hér í þingsal í nefndarálitum, þeir komi nú upp og þykist ætla að styðja tillögu vantraust á sama ráðherra. Það er með mestu ólíkindum. Það er eiginlega lágpunkturinn í þessari umræðu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hér hefur margt komið fram og meðal annars orðin skaðinn er skeður. Þá líður mér dálítið eins og ég horfi á svona naut í postulínsbúð sem er búin að hlaupa út allt og brjóta allt. Og það sem við ætlum að gera er að bera inn meira postulín. Það er lærdómurinn greinilega af þessu, í staðinn fyrir að toga nautið út. Það er áhugavert. Og það hefur líka verið talað um að það sé verið að tappa. Í alvöru, segi það. Það er greinilegt á orðvöru, segi það. Það er greinilegt á orðum hv. þingmanns Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur að Sjálfstæðisflokkurinn gengur frá stjórnarsamstarfinu ef að vantraustið verður samþykkt. Þar biðurlegi til sannfæringu þingmanna og veg og met hvort er þarna mikilvægara, traust eða stjórnarsamstarf. Það er verið að hengja sig í ýmiss konar matskenndu reglu og við sjáum það í rauninni á öllu þessu ferli hérna að á síðasta kjörtímabili hafði meirihlutinn rangt fyrir sér. Dómur Hæstaréttar staðfesti það. Aðstæðurnar og gögnin sem við sjáum var að þingið fékk ekki allar upplýsingar. Það gerist, meirihlutinn hafði rangt fyrir sér. Ætlar hann að hafa rangt fyrir sér aftur? Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, það er öllum augljóst fyrir utan þingmenn stjórnarliðsins að dómsmálaráðherra er rúinn trausti. 72% af þjóðinni vill hana úr embætti sem er sögulega há tala. Ráðherrann hefur brotið lög að mati Hæstaréttar. Ráðherrann hefur skapað tugmilljóna skaðabótakröfu sem skattgreiðendur þurfa að greiða úr sínum vasa fyrir ásetningarbrot ráðherrans. Ráðherrann hefur í raun stefnt réttaröryggi þúsunda Íslendinga í hættu í ljósi þess að dómar til 2 til 3 ára geta verið ómerktir af Alþjóðadómstólinn. Þessi ráðherra starfar í skjóli Katrínar Jakobsdóttur og þingmanna Vinstri grænna fyrst og fremst. Og það er dapurlegt. Þið eru að verja mjög vonda málstað og þið vitið það. 92% af kjósendum Vinstri grænna vita þetta einnig og vilja að ráðherrann axli ábyrgð og fari. Og rétt í þessu voruð að missa unglæðarhreyfingunni ykkar í þessu máli. Það sem segja, herra forseti, virkilega eru örlög Vinstri grænna orðin dapurleg í þessum sal. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Herra forseti, það vita það allir í þessum þingsal að listi hæfnisnefndar hefði ekki farið óbreyttur í gegnum þingið. Hann hefði ekki verið samþykktur. Í þessu máli er grundvallaratriði að hafa í huga að Hæstiréttur hefur staðfest að dómsmálaráðherra var í fullum rétti til að gera breytingar á dómaraefnum. Dómsmálaráðherra hefur sagt að hún hafi gætt að rannsóknarskyldu sinni eins og hún taldi fullnægjandi. Dómsmálaráðherra er reyndur og farsæll lögmaður. Það er engin ástæða til að rengja að hún hafi þar verið í góðri trú og fráleitt ákvörðun ráðherrans hafi byggst á geðþótta eða ásetningi. Á þessu er lykilmunur. Það er sjálfsagt að læra af þeim dómum sem skýra gildandi löggjöf, sem gerist eins og við vitum reglulega. En að fullyrða að mat Hæstaréttar á því að ráðherra hafi getað sinnt rannsóknarskyldu sinni betur sé tilefni til að leggja fram vantrauststillögu er fyrirsláttur í pólitískum leik sem gerir lítið til að auka virðingu Alþingis nema síður sé. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, dómsmálaráðherra segir okkur í stjórnarandstöðunni eitthvað vera að misskilja þrískiptingu ríkisvaldsins. Í sömu ræðu lýsir hæstv. ráðherra því yfir þvert á dómsmál Hæstaréttar Íslands að hún hafi fylgt lagabókstafnum í einu og öllu við skipan dómara í nýjan dómstól, Landsrétt.
Forseti, það er ráðherrann sjálfur sem misskilur þrískiptingu ríkisvaldsins þegar hún heldur því fram að hún sé betri dómari en Hæstiréttur í eigin sök. Raunar gengur hæstv. Ráðherra skrefinu lengra og lætur hv. þingmenn vita að atkvæði þeirra verði lengi í minnum höfð. Ég vil biðja hæstv. Dómsmálaráðherra að virða þrískiptingu ríkisvaldsins og vera ekki að hóta handhöfum löggjafarvaldsins þegar þeir sinna sinni lögbundnu eftirlitsskyldu með framkvæmdarvaldinu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, fyrir rúmum mánuði mætti breskur ráðherra of seint í fyrirspurnatíma og mista spurningu sem var beint til hans. Ráðherrann bað orðið í kjölfarið og lýsti því yfir að hann hafði orðið sjálfum sér og embætti sínu til skammar og baðst lausnar þá og þegar. Þetta var lítilvægt atriði, afskaplega lítilvægt, til að segja af sér út af, og afsögninni var hafnað. En þetta er glæsilegt dæmi mann sem setur virðingu fyrir embætti sínu ofar sínum persónulegu metnaði. Það er erfitt að ímynda sér hvernig ráðherrar í öðrum löndum myndu bregðast við ef þau væru dæmd af æðsta dómstól landsins fyrir að brjóta lög á algjörlega óafturkræfan hátt. En við getum öll gefið okkur það að viðbrögðin yrðu annað en valdhroki og þráseta. Við höfum rakið þetta mál mjög ítarlega. Við höfum staðfest að hér var að ræða meðvitaða ákvörðun dómsmálaráðherra að brjóta lög. Nú er þingsins að taka afstöðu. Og sé það raunverulega markmið okkar að auka á virðingu Alþingis, þá er grundvallaratriði að við berum nægilega mikla virðingu fyrir sjálfum okkur til að segja stopp þegar fólk fer illa með völd sín og ábyrgð og ber ekki nægilega mikla virðingu fyrir embætti sínu til að segja stopp sjálft. Máls tekur atkvæðagreiðsluna öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, þetta er ekki leikur í einhverju pólitískri refskák. Það skilur bara eftir óbragð í munni hvernig var farið að þessari dómaraskipan. Hún leiðir af sér tortryggni og efasemdir heilindi ráðherra, hvort sem að sú tortryggni á rétt á sér eða ekki, það skiptir ekki máli. Tortryggnin er til staðar, vantraustið er til staðar. Það er vandamálið. Dómsmálaráðherra ber ábyrgð á þessu, ákvörðunin var hennar og nú þarf hún, rétt eins og við öll, að taka afleiðingum ákvörðunar sinnar. Eða ætlum við að skýla henni? Ætlum við að skýla henni fyrir því að þurfa að taka ábyrgð á þessu? Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegur forseti, við höfum heyrt hér ráðherra þrástagast nokkuð á því að hér sé ekki, og kvarti við því að hér sé ekki alltaf flutt sama ræðan af hálfu stjórnarandstæðinga og ég vona að ráðherrar virði mér það til vorkunnar þó að ég flytji enn nýja ræðu. Manni virðist stundum að hér á landi ríki einhvers konar fjórgreining ríkisvaldsins. Það er löggjafarvald, dómsvald, framkvæmdarvald og flokksvald. Og fólk sem kemst til valda í gegnum Sjálfstæðisflokkinn, það starfar stundum eins og það hefur einhvern víðtækara umboð til valda en aðrir kjörnir fulltrúar. Fyrir mér snýst þessi atkvæðagreiðsla þennan meinta valdrétt Sjálfstæðismanna, hvort við föllumst á það að ráðherrar þess flokks hafi ríkari geðþóttaheimildir en aðrir kjörnir fulltrúar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég held að okkur þingmönnum öllum, sér í lagi ráðherrum, sé ágætt að við hafa ákveðna auðmýkt fyrir ábyrgð okkar og skyldum hverju sinni. Mér þykir það miður að hæstv. Fjármálaráðherra og hæstv. Dómsmálaráðherra hafa valið annan kúrs hvað það varðar. Og raunar með ólíkindum að hlusta hér bæði á hótanir í garð þingheims og þau breyst sem hæstv. Fjármálaráðherra hefur haft hér uppi varðandi aðkomu okkar þingmanna Viðreisnar að þessu máli. Það er alveg rétt að við kusum með tillögu dómsmálaráðherra á sínum tíma. Við höfðum uppi verulegar efasemdir í okkar umfjöllun málið að það hefði verið nægilega vel rannsakað en kusum á endanum að treysta ráðherra, enda gegn síendurteknum fullyrðingum að málið væri vandlega undirbúið. Hér í þessari umfjöllun, í dómum og meðhöndlun dómstóla og dómi Hæstaréttar kemur í ljós að það er ekki hægt að vísa til eins einasta sérfræðings
sem studdi tillögu ráðherra annars en hyggjuvits ráðherra sjálfs og hennar sérfræðikunnáttu. Það er auðvitað verulega umhugsunarvert. Það undirstrikar það að okkur urðu greinilega á mistök við stuðning málsins á sínum tíma. Við ætlum ekki að endurtaka þau mistök hér. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti. Alþingi á ekki að stjórnast af aflsmunum heldur vitsmunum, skrifaði Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur í grein árið 2009. Í minnihlutaáliti við skipan dómara í Landsrétt, með leyfi forseta: ef við hugleiðum hlutverk Alþingis þá er það auðvitað skylda okkar að tryggja það að almenningur geti haft traust á Alþingi sem stofnun, alveg eins og almenningur geti haft traust á dómstólum, framkvæmdarvaldinu, vissum stofnunum sem almenningur verður að geta treyst séu réttlátar, því að það er undirstaða okkar samfélagsgerðar. Rannsóknarskyldu var ekki sinnt, andmælaréttur var ekki virtur og er að ræða grundvallarmál sem varðar skipun nýs dómstóls sem falið er mikilvægt hlutverk í dómskerfi valdsins og markar tímamót í réttarsögunni. Það er nauðsynlegt að skipun þeirra væri yfir allan vafa hafin. Undir þetta skrifa núverandi hæstv. Forsætisráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Það er hafið yfir allan vafa að dómsmálaráðherra braut lög og upplýsti þingið ekki sérfræði álit gegn ákvörðun hennar. Vanvirðing hennar gagnvart þinginu er algjört. Þá tekur til máls öðru sinni atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það var nú allavega ein mistök viðurkennd hér í dag og þau mistök voru að treysta hæstv. Dómsmálaráðherra á sínum tíma. Það var hérna áðan nefnt af fleiri en einum að þetta snerist ríkisstjórnina og ríkissamstarfið. Ég segi bara nei. Það er þess vegna sem þessi tillaga fjallar hæstv. Dómsmálaráðherra en ekki ríkisstjórnina í heild og vonandi útskýrir það undran hæstv. Fjármálaráðherra á því að hér sé tillagan einn tiltekinn ráðherra. Það er vegna þess að málið snýst einn tiltekinn ráðherra. Þannig að það vonandi varpar ljósi á málið. Sjálfur get ég sagt fyrir sjálfan mig, ég er hæstánægður með ýmsa ráðherra hérna. Mér finnst mjög gleðilegt að Katrín Jakobsdóttir sé hæstv. Forsætisráðherra. Mér finnst mjög gleðilegt að hv. þingmaður Svandís Svavarsdóttir sé hæstv. Heilbrigðisráðherra. Það er mjög gleðilegt. Ég er mjög ánægður með það og ég hlakka til að vinna með þeim í framtíðinni. En framganga dómsmálaráðherra hæstvirts er ekki í lagi og við eigum ekki að láta eins og hún sé í lagi. Mig langar að biðja hv. þingmenn stjórnarmeirihlutans nokkrar sekúndur að ímynda sér eina sekúndu eða nokkrar sekúndur að þeir séu í stjórnarandstöðu að horfa upp á þetta og meta málið líka frá því sjónarhorni. Bara svona að gamni, þótt að ég efist reyndar að það sé mjög skemmtileg lífsreynsla fyrir þá tilteknu hv. þingmenn. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti. Það er greinilegt að sumir hæstv. ráðherrar kjósa að sitja hér í sætum sínum og hlusta ekki á það sem er sagt. Mér finnst það harla undarlegt hjá hæstv. fjármálaráðherra að leggja það að jöfnu að einhver sjónarmið komi fram fyrir nefndinni við það að sjónarmið sem koma frá hæstv. dómsmálaráðherra og að maður hefði haldið og hefði trúað ráðgjöfum hans í ráðuneytinu sem eru helstu sérfræðingar málsins, er engin munur á því. Hæstv. fjármálaráðherra. Nei, ég er að horfa á því, ég er ekki í samtali við þig. Ég segi, skilur þú ekki muninn á þessu að maður leggi traust sitt sem bregst á ráðherra sem fer með málaflokkinn? Maður veit hann hefur sérfræðingalið í ráðuneytinu, hann kýs að hlusta ekki á það. Sérðu ekki muninn? Forseti minnir á að tala ekki til annarra þingmanna eða ráðherra í fyrstu persónu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson, öðru sinni. Herra forseti, síðastliðið ár að hvernig traust hefur vaxið eða hrunið í samfélaginu hefur komið út í þjóðarpúlsi Gallup sem var í fréttum í dag. Og viti menn, traust á Alþingi hefur rokið upp. Og ég er ekki hissa. Ég er bara ekki hissa á því að traust á Alþingi hefur rokið upp. Alþingi hefur verið að sinna eftirlitshlutverki sínu gagnvart framkvæmdarvaldinu. Það er nákvæmlega það sem landsmenn vilja.
Það er það sem landsmenn vilja og við höfum haft góðan tíma til að gera það og við höfum sinnt því vel. Og þetta er hluti af því eftirlitshlutverki gagnvart framkvæmdarvaldinu og við munum halda áfram að gera nákvæmlega það. Það er lögbundin skylda okkar og við munum halda því áfram. Þannig að ég held að þetta hér muni auka traust á Alþingi. Þetta mun ekki auka traust á ríkisstjórninni. Þetta mun ekki auka traust á þeim aðilum sem hafa hrunið í tíð núverandi dómsmálaráðherra, dómskerfinu, löggæslunni. Þetta mun ekki auka traust á þeim. Þetta mun auka traust á Alþingi vegna þess að við erum að sinna okkur lögbundnu hlutverki af eftirlit með framkvæmdarvaldinu fyrir landsmenn. Þá hefur forseti ekki fleiri á skrá sem óskað eftir að ræða atkvæðagreiðsluna og er þeirri umræðu þá lokið og hefst atkvæðagreiðslan. Óskað hefur verið eftir nafnakalli og verður orðið við því. Upp kemur talan 15. Björn Leví Gunnarsson. Óskar hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, ég styð að sjálfsögðu þessa vantrauststillögu. Ég held að allir þingmenn ættu að íhuga það mjög alvarlega að styðja einnig þessa vantrauststillögu. Það er búið að leggja fyrir okkur hérna að málið er mjög víðtækt og alvarlegt. Áhrif þess eru jú eins og er óafturkallanleg en við getum á nýju hafið þær leiðréttingar og lagfæringar sem þarf að grípa til í kjölfarið. Það væri mjög óeðlilegt að sá sem hljóp og braut allt eigi síðan að laga það sjálfur eftir sig. Það er augljóst að slíkum ráðherra er ekki treystandi til þess að laga það sem hann braut. Þannig ég hvet ráðherra og þingmenn til þess að styðja þessa vantrauststillögu og íhuga sannfæringu sína sem þingmenn, hlutverk sitt í eftirliti gegn framkvæmdarvaldinu. Hv. þingmaður segir já. Hv. Björn Leví Gunnarsson, hv. þingmaður segir já. Bryndís Haraldsdóttir. Hv. þingmaður segir nei. Brynjar Níelsson. Hv. þingmaður segir nei. Guðjón S. Brjánsson. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, hæstv. dómsmálaráðherra hefur með embættisfærslum og ótækri túlkun á umboði vegið að trausti á dómstólum landsins og með sama hætti gert lítið úr löggjafar- og eftirlitshlutverki Alþingis, sem þó var atriði sem núverandi ríkisstjórn lagði höfuðáherslu á í upphafi að yrði fært til betri vegar. Hæstv. dómsmálaráðherra hefur fyrirgert trausti sínu til þess að gegna þessu krefjandi og mikilvæga embætti. Því segi ég já við fáheyrðri tillögu á lýðveldistímanum vantraust. Hv. þingmaður segir já. Guðlaugur Þór Þórðarson. Nei. Hæstv. ráðherra segir nei. Guðmundur Ingi Kristinsson. Hv. þingmaður segir já. Guðmundur Andri Thorsson. Já. Þingmaður segir já. Gunnar Bragi Sveinsson. Hv. þingmaður segir já. Halla Signý Kristjánsdóttir. Nei. Þingmaður segir nei. Halldóra Mogensen. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, verk og hegðun dómsmálaráðherra er birtingarmynd þeirrar spillingar sem hefur fengið að grassera og eitra út frá sér í allt of langan tíma. Þetta verður að stoppa. Af ræðum þingmanna VG að dæma þá eru þau sammála því að ráðherra braut af sér. Skaðinn er skeður, sagði hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir. Það skiptir máli að ráðherra sem viðurkennir í viðtali að dómarar gætu verið í þakkarskuld við sig sé fjarlægð úr valdastöðu. Það er ótrúlegt að hlusta á svona réttlætingar hv. þingmanns Vinstri grænna. En það á ekki að vera uppgjör. Það á enginn að sæta ábyrgð. Við eigum bara að setja kíkinn fyrir blinda augað og halda áfram. Og hvað? Svo við getum haldið áfram að vinna með ráðherra sem hylmir yfir og snýr út úr með hroka og valdníðslu. Nei takk. Ég styð þessa tillögu. Hv. þingmaður segir já. Hanna Katrín Friðriksson. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti. Ég bjóst ekkert við sérstakri auðmýkt í umræðum hér í dag af hálfu hæstv. ráðherra dómsmála, en ég verð að viðurkenna það að ég hafði ekki hugmyndaflug í það.
að þingheimur sæti hér undir hótunum. Það hefur ekkert verið auðvelt að sitja hér undir vantraustsumræðu á ráðherra vegna embættisfærslna sem voru unnin í tíð ríkisstjórnar sem ég studdi. Síðar hafa bara komið í ljós, það hefur verið varpað ljósi á ákveðin atriði í samskiptum hæstv. Ráðherra og Alþingis og alvarleiki þess síðan ítrekaður í nýju bréfi umboðsmanns Alþingis. Hæstv. Ráðherra brást trausti Alþingis, hann brást skyldu sinni, hann stóð ekki undir trausti og ég segi já við þessari tillögu. Þingmaðurinn segir já. Haraldur Benediktsson. Þingmaðurinn segir nei. Helga Vala Helgadóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti. Skaðinn er skeður, sagði hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir. Við hana sem og aðra þingmenn hér í salnum segi ég: reynum að koma í veg fyrir frekara tjón. Skaðinn er skeður en tjónið verður meira eftir því sem við leyfum þessu að viðgangast lengur. Nei, kæru þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, þetta er ekki vantraust á ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Þá hefði vantraustið beinst að henni. Þetta er vantraust á hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríði Á. Andersen vegna hennar embættisfærslna. Ég segi já. Þingmaðurinn segir já. Helgi Hrafn Gunnarsson. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti. Það var mikill heimspekingur sem lifði að því er virðist á einhvern tímann sem hét Jehoshua bar Jósef, þekktur sem Jesús Kristur. Og hann lagði mikið upp úr fyrirgefningu og skilningi og umburðarlyndi og svoleiðis. Ég er mikill aðdáandi þessa manns og hans speki, þvert á það sem margir kannski telja. En það er ákveðin forsenda fyrir því. Það er það að fólk skilji hvað það gerir rangt. Það er að fólk sýni einhverja iðrun og sýni einhverja viðleitni til þess að bæta fyrir það sem það gerir rangt, eða í það minnsta haga sér öðruvísi í framtíðinni. Ef það væri einhver slík viðleitni frá hæstv. Dómsmálaráðherra, þá er ekkert viss að þessi tillaga hefði endilega komið fram. Stóra málið er það að hæstv. Ráðherra, dómsmálaráðherra, með hvert einasta fótmál hefur sagt bara: svona ætla ég að gera þetta, mér er alveg sama hvað ykkur finnst, kæri sig kollóttað afleiðingarnar og það virðist alveg sama hversu langt málið fer. Einhvern veginn skiptir alltaf mestu máli að þessi tiltekni einstaklingur verði í þessu tiltekna sæti. Og það er alltaf aðaláherslan hérna á Íslandi að því virðist, vegna þess að við gerum ekki greinarmun á Íslandi á milli stöðu og einstaklings. Hér gerum við það, en þurfum að leggja til að hæstv. Dómsmálaráðherra víki sæti til þess að koma ykkur hæfur í hans stað. Hv. þingmaður segir já. Þingmaðurinn segir já. Inga Sæland. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti. Já, það vægast sagt dapurt að vera hér stödd í þessum tilgangi, en staðreyndin er sú að við höfum kallað eftir breytingum og við höfum kallað eftir betri stjórnskipan, við höfum kallað eftir ábyrgð og það er nákvæmlega það sem þessi kona sem hér stendur segir líka: ég vil sjá ábyrgð, og ef að við sem embættismenn í framkvæmdarvaldinu eða hvar annars staðar sem er verðum uppvís að því að hafa brotið lög, þá finnst mér skilyrðislaust að við eigum að axla ábyrgð. Við viljum gjarnan bera okkur saman við löndin í kringum okkur. Við sjáum að það þarf nú ekki nema vísa kortinu óvart þegar maður kaupir bleiur, öfugu korti, þá þarf maður að segja af sér. Ég segi líka að afskaplega dapurt að heyra í rauninni undirliggjandi hótanir hjá hæstv. Dómsmálaráðherra hér þegar löggjafarvaldið á að axla sína ábyrgð og standa undir því hlutverki sem að það er jú borið til að gera. Þingmaðurinn segir já. Þingmaðurinn segir já. Jón Gunnarsson. Þingmaðurinn segir nei. Jón Þór Ólafsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, ég held að þessi ríkisstjórn mun ekkert falla þó að verði samþykkt hérna í dag að dómsmálaráðherra þurfi að víkja. Ég held ekki. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi engan áhuga á því. Ekki Framsóknarflokkurinn, ekki Vinstri-græn. Þau munu halda saman. Það treystir í rauninni enginn þessum dómsmálaráðherra, ekki alvöru.
ekki alvörinu til þess að leyna sig ekki upplýsingum og svíkja og láta sína hagsmuni ráða og sitja bara sem fasta sama hvað kostar ríkisstjórnina. Þannig að þessi dómsmálaráðherra verður látinn víkja. Hagsmunir flokksins verða þá að ráða þegar að þessi dómsmálaráðherra er búinn að skemma alltaf langa ferli sem að flokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn, hefur í fagmennsku verið inn að. Ég er alveg viss um að það verða allir mjög fegins lífandi við því að við getum farið að starfa fagmennsku áfram. Þessi ríkisstjórn mun halda. Þannig ég vona að það sé einhverjir 2 þingmenn sem ákveða að kjósa með vantrausti og Sjálfstæðisflokkurinn þarf þá bara að fara í sitt bakland og segja: heyrðu, við gerum þetta bara betur, við gerum þetta áfram, við þurfum að velja annan. Þessi ríkisstjórn ekki eftir að falla á þessu. Þetta vantrausti á dómsmálaráðherra. Þingmaðurinn segir já væntanlega. Jón Steindór Valdimarsson. Þingmaður segir já. Karl Gauti Hjaltason. Já. Katrín Jakobsdóttir. Þingmaður segir nei. Hæstv. Ráðherra segir nei. Kolbeinn Óttarsson Proppé. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti. Þessi vantrauststillaga snýst ákvarðanir og embættisverð úr tíð síðustu ríkisstjórnar. Ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Bjartrar framtíðar og Viðreisnar. Ég var mótfallinn þeim ákvörðunum og embættisverð, ólíkt þingmönnum Sjálfstæðisflokks, Bjartrar framtíðar og Viðreisnar háttvirtum þá. Ég styð hins vegar ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Sannfæring mín að hún sé og eigi eftir að verða landinu til heilla. Ég segi nei. Þingmaður segir nei. Júlíusson. Nei. Lilja Hreinsdóttir. Ráðherra segir nei. Lilja Rafney Magnúsdóttir. Segir nei. Líneik Anna Sævarsdóttir. Þingmaður segir nei. Logi Einarsson. Þingmaður segir já. Njáll Trausti Friðbertsson. Þingmaður segir nei. Oddný G. Harðardóttir. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, millidómstigið sem átti að vera svo mikil bót fyrir íslenskt réttarfar er í uppnámi vegna embættisfærsla hæstv. Dómsmálaráðherra. Landsréttur glímir við vantraust og skort á trúverðugleika og það gæti verið svo árabil ef það verður ekki gripið í taumana. Og ég treysti hæstv. Dómsmálaráðherra ekki til að halda þá tauma og þess vegna segi ég já. Þingmaður segir já. Ólafur Ísleifsson. Þingmaður segir já. Ólafur Ísleifsson. Þingmaður segir já. Óli Björn Kárason. Þingmaður segir nei. Páll Magnús segir nei. Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, í stað þess að gleðjast á tímamótum í íslenskri réttarsögu var að skipan 15 nýrra dómara við glænýtt dómstig hafa þeir tímamót verið sveipuð tortryggni og vantrausti. Við þau sögulegu tímamót ákvað ráðherra dómsmála ein og óstudd að veita skipun nýrra dómara í farveg tortryggni og vantraust. Það blasir við öllum. Líka æðsta dómstigi Íslands, Hæstarétti, sem staðfesti það með skýrum dómi sínum skipunina í desember. Traust á stjórnvöldum er ekki áunnið með að stofna starfshópa. Traust stjórnvalda ekki vinnubrögðum sem veikjumskerfið er í heild sinni eða vekja athygli þjóðvísu eða kosta okkur úr sameiginlegum sjóðum okkar. Traustið verður að vinnast af verkum en ekki slælegum embættisverkum sem enginn ber pólitíska ábyrgð. Hér verður ráðherra pólitíska ábyrgð á sínum embættisverkum. Hún hefur ekki gert það þrátt fyrir að hún þurfi að fylgja meginreglum íslensku stjórnsýslulaganna eins og aðrir ráðherrar. Þess vegna þessa vantrauststillögu, því ég vil ekki fúin og trénuð vinnubrögð, ég vil ný vinnubrögð. Þingmaður segir já. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti. Það er fátt þýtt að lögð sé fram tillaga um vantraust á einstaka ráðherra. Og fyrst til stóð að leggja fram vantraust hefði verið betra að leggja fram tillögu um vantraust á ríkisstjórnina í heild. Ekki hvað síst í ljósi þess
að færa mætti rök fyrir því að aðrir ráðherrar ættu ekki síður en sá ráðherra sem tillagan fjallar um. Ég hef hins vegar hvorki tekið að mér að verja þessa ríkisstjórn vantrausti né að veita henni hlutleysi. Eðli máls samkvæmt því tillögur um vantraust á ríkisstjórnina eða ráðherra hennar. Ég ætla ekki að taka undir málflutning flutningsmannatillögunnar vantreysti þessari ríkisstjórn. Á þeim forsendum og þeim forsendum einum styð ég tillögur um vantraust á ráðherra og þar daginn í heild, tilurðarnar, brögð og stefnu. Þingmaður segir já. Það er bara það. Þingmaður segir já. Ráðherra segir nei. Sigurður Ingi Jóhannsson. Ráðherra segir nei. Sigurður Páll Jónsson. Þingmaður segir já. Silja Dögg Gunnarsdóttir. Þingmaður segir nei. Smári McCarthy. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, mér finnst afskaplega leiðinlegt að við skulum þurfa að taka þessa umræðu. Ég vildi gjarnan hafa vilja koma sem þingferil án þess að þurfa að fara í gegnum vantraustsumræðu. En það er rétt að dómsmálaráðherra orðið embætti sínu til skammar. Og það er rétt, það er kannski eina rétta í málflutning hennar að eftir þessari atkvæðagreiðslu verður munað. Áðan virðingu fyrir embættum sem við höfum og ég verð bara að segja, ég ber nægilega mikla virðingu fyrir embætti mínu hér á þinginu til þess að segja já við þess. Vegna þess að það er ekki ásættanlegt að ráðherrar brjóti af sér vísvitandi, iðrist einskis og fá að komast upp með það. Þingmaður segir já. Steinunn Þóra Árnadóttir. Þingmaður segir nei. Svandís Svavarsdóttir. Ráðherra segir nei. Vilhjálmur Árnason. Þingmaður segir nei. Willum Þór Þórsson. Þingmaður segir nei. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Þingmaður segir já. Þorsteinn. Þingmaður segir já. Þingmaður segir já. Þorsteinn Víglundsson. Þingmaður segir já. Þórdís Kolbrún L. Gylfadóttir. Ráðherra segir nei. Ráðherra segir nei. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Hv. þingmaður grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, ég stend hér og geri grein fyrir atkvæði mínu vegna það rétta í stöðunni og það hryggir mig að hér komi ekki fleiri stjórnarliðar upp í pontu og geri grein fyrir atkvæði sínu og útskýri hvers vegna þeir treysti þessum ráðherra. En ég leyfi mér að vitna, herra forseti, í orð hæstv. Forsætisráðherra af tilefni stefnuræðu síðasta forsætisráðherra þar sem hún sagði, með leyfi forseta: Stjórnmálamenn mega aldrei vísa í ríkjandi kerfi til þess að rökstyðja bið eftir réttlæti. Stjórnmálamenn þurfa að vera reiðubúnir að beita sér stöðugt fyrir réttlætinu og breyta kerfinu ef það þarf til. Annars er hættan sú að traust fólks á hinu lýðræðislega samfélagi dvíni og þá ábyrgð þurfum við alla. Háttvirtir þingmenn, ég hvet ykkur til þess að beita ykkur fyrir réttlætinu. Ég hvet ykkur til þess að breyta kerfinu og setja af dómsmálaráðherra sem nýtur ekki trausts og setja annan í hans stað sem þess nýtur. Þannig berjumst við fyrir réttlætinu öll sem eitt og þá ábyrgð þurfum við öll að axla. Þingmaður segir já. Þórunn Egilsdóttir. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstv. forseti, ég hef setið og hlustað vel á rök og jafnvel rökleysur og ég segi nei. Þingmaður segir nei. Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Orð ungra Vinstri grænna ná vel utan um þetta, með leyfi forseta. Það er ótækt að Sigríður skuli gegna embætti dómsmálaráðherra eftir að brotið lög um skipan dómara í Landsrétt þar sem hann íhlutaðist í lista valnefndar án þess að hafa haldbæran rökstuðning til. Dómsmálaráðherra braut lög að koma í veg fyrir að spilling ráði för við skipan dómara. Það er ólíðandi að vinnubrögð af hendi ráðamanns í lýðræðissamfélagi sem bera vott um spillingu hafi engar afleiðingar í för með sér þrátt fyrir dómsúrskurð að vinnubrögðin hafi brotið í bága við lög. Ef slík lög hafa engin áhrif er íslenska dómskerfið ekki í stakk búið til að taka á spillingu.
Í ljósi þess er eðlileg krafa að Sigríður víki og skipaður verði nýr dómsmálaráðherra. Það er einnig mikilvægur liður í því að auka traust almennings á Alþingi. Herra forseti, ég segi já. Þingmaður segir já. Herra forseti, ég segi já. Þingmaður segir já. Andrés Ingi Jónsson. Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti. Sumir vilja meina að siðferði og réttlæti skipti litlu í stjórnmálum. Ég er ósammála því. Þessi afstaða mín var ein af ástæðum þess að ég studdi ekki stjórnarsamstarf við Sjálfstæðisflokk og Framsóknar til þess var stofnað. Á þeim tíma taldi ég að nóg væri af dæmum mál sem sýndu að ekki væri hægt að treysta Sjálfstæðisflokknum. Þar nefndi ég einstaklega Framsóknarflokksins í málum sem tengdust uppreisn æru, harðnandi afstöðu flokksins í útlendingamálum og skipan dómara í Landsrétt. Mér þótti Landsréttarmálið slæmt í nóvember en síðan hefur það stöðugt versnað. Ráðherra hefur sýnt að hún sé ekki traustsins verð, vinnubrögðin sæma ekki ráðherra og almenningur getur ekki treyst því að vandað sé til verka til að tryggja óháða dómstóla. Mín afstaða er einföld, ég styð ekki áframhaldandi setu dómsmálaráðherra í ríkisstjórn. Ég segi já. Þingmaður segir já. Anna Kolbrún Árnadóttir. Þingmaður segir já. Ari Trausti Guðmundsson. Þingmaður segir nei. Ágúst Ólafur Ágústsson. Þingmaður segir já. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég ber fullt traust til hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríðar Á. Andersen. Og það var alveg ljóst, eins og komið hefur fram hér í umræðunum, að það var ekki meirihluti fyrir óbreyttum lista hæfisnefndarinnar og ég tel viðbrögð ráðherra rétt, hvernig hún rannsakaði málið, hvernig hún kom með nýjan lista eftir að hafa metið málið með sínum hætti og komið hér inn á þingið þar sem þingið samþykkti tillögu hennar. Það má fara yfir margt sem hefur gerst hér í umræðunni í dag. En það er eitt sem ég ætla ekki að láta óátalið og það er sú lágkúra og að leggja svo lágt að vitna til orða látins ráðherra og þingmanns til þess að nota og snúa með sínum hætti til að rökstyðja mál sitt. Ég segi nei. Þingmaður segir nei. Ásmundur Einar Daðason. Ráðherra segir nei. Ásmundur Friðriksson. Þingmaður segir nei. Bergþór Ólason. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti. Ég er á móti þessari ríkisstjórn. Ég er andstæðingur hennar. Hún er verklítil sem er þó á köflum kostur þegar mál sem lögð eru fram eru á stórum hluta til óþurftar. Þar get ég nefnt innantómt blaður bætt vinnubrögð sem var viðhaft hér í upphafi kjörtímabils hefur engu skilað. Afgreiðslu skattamála í fjárlagagerð sem var ómögulegt í alla staði. Arion-bankamálið þar sem menn eru sinnulitlir stórkostlega hagsmuni ríkisins og yfirlæti og hroki þegar kemur að umræðu spítala og staðsetningu hans sem að miklu máli varðar fyrir alla sem aðkoma. En í dag erum við ekki að greiða atkvæði um þetta. Við erum að greiða atkvæði vantraust á einn tiltekinn ráðherra. Ráðherra þar sem er matskennt atriði, þar sem er tekist á það hvort hún hafi upplýst nægjanlega tiltekin atriði í ferli málsins. Ég tel mörg mál hafa komið upp á síðustu árum og kjörtímabilum sem getur kallað á tillögum vantraust á tiltekna ráðherra, en þetta er ekki eitt af þeim að mínu mati. En ástæðan fyrir því að ég er ekki á rauða takkanum er sú að ég er andstæðingur þessarar ríkisstjórnar. Hún er vond. Hún er vond fyrir íslenska hagsmuni og þar á leiðandi eru þeir ráðherrar sem að henni standa hluta henni. Þannig að ég mun ekki greiða atkvæði í þessari atkvæðagreiðslu. Þingmaðurinn greiðir ekki atkvæði. Birgir Ármannsson. Þingmaður segir nei. Birgir Þórarinsson. Þingmaður segir já. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Þingmaður segir nei. Gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Hv. þingmaður fær orðið. Þakka þér fyrir, herra forseti. Vinstri græn undir forystu Katrínar Jakobsdóttur tók sæti í ríkisstjórn vitandi af því að Hæstiréttur gæti staðfest niðurstöðu héraðsdóms. Það hefur verið margrætt af okkar hálfu. 9 þingmenn Vinstri grænna meta það svo að ríkisstjórnarsamstarfið sé undir ef að vantraust verður samþykkt. Við myndum líta þannig á ef að málið sneri að okkur. Annað er einföldun á pólitíkinni að mínu mati. Ég er ánægð með þetta ríkisstjórnarsamstarf. Ég vil ekki fórna góðri forystu Katrínar Jakobsdóttur því ég trúi því einlæglega að við eigum eftir að koma mörgum góðum málum áfram hér í gegnum þingið, enda erum við rétt að hefja vegferðina. Þingmaður segir nei. Bjarni Benediktsson, hæstv. ráðherra, segir nei. Steingrímur J. Sigfússon segir nei. Tillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 29, einn greiðir ekki atkvæði. Og málið þar með afgreitt.